Já, góðan og blessaðan daginn. Við erum hérna live á þessu mánudagskvöldi. Það er Elskodeildin, Trios, þriðja og síðasta kvöldið. Og ég er ekki einn. Ég er búinn að fá... Vel, Aron er ekki hérna. Nei, ég er hérna, ég heiti Stefán Atli og ég var hérna fyrst. Ég er maðurinn sem stóð hérna fyrst, sko. Já, þú byrjaði þessa veislu. Já, með góðu fólki. Já, með Óla. Óla Grumma. Ég var einmitt að skoða í gær klippuna þar sem þið voru að svona kynna Elskodeildina í fyrsta skipti. Já, þá stóðst þú hér. Margt vatn runnið til sjávar og mikið búið að gerast. Já, og svo erum við náttúrulega með Ágúst eins og vanlega. Já, eins og annarlega þá er ég mættur og Ágúst fastagestur. stæði hérna vaktinni í miðinu og já, þetta er bara, þetta er mitt sjó núna. Gaman að kynast þér, Ágúst. Blessaður. Þetta er Blessaður. rauninni fyrsta skipti sem þið hittist. Fyrsta skipt sem ég hitt hann, en ég er bara búinn að horfa á þig. Já, Í beinni? Já, Ég er búinn að vera fyrir utan. í beinni og Þetta varst er einhvers staðar Já, niðri í ég bæ. flott að rellan í beinni, sko. Já, það er skemmtilegt. En fyrir ykkur sem viti ekki, þið sem eru heima að horfa, það er komið nýtt season, eða nýtt svona þema og það er Simpsons. Jú, það er nýtt Það update. er rosalegt. 60 gigabit ægætt. Já, Ég er bara komið með 2 Victor Real í þessu. Eitt sem ég fekk með bróðum mínum í gær og eitt sem ég fekk í fyrradag bara solo. já, þótt þú hafi farið svona í burtu í smá, þá ertu svona ennþá virkur að spila. Mér finnst gaman að spila Fortnite, sko. Ég reynda tók svona 3 mánaða pásu frá Fortnite af því að búið svo mikið að gera hjá mér í chatgpt.is. Já, ég skilji. Já. Ok. Þannig að, En já, ég var svolítið að horfa á, hérna, það var svona viðburður í gangi. Já, með Það er geimverum. eins og þegar Marshmello tónleikarnir og Travis Scott tónleikarnir, það var Simpsons með svona ákveðið þema. Það var eitthvað svona tré sem var að stækka og stækka. Sáðu þið það? Nei, Trí- ég kannski ekki tekið eftir að vera stækka. Bart Simpson tré-kofinn, já, hann Já. var svona að stækka í kofan. þess að tréð sem að kofinn var í var að stækka. Já, Það er rétt, já. það er mjög skemmtilegt. Ég Ég sá það á sá- myndinu. Ég sá líka að ég datt aðeins inn á TikTok Live og það var hver einasti streamer sem var að streyma Fortnite þessu, Simpsons, þeir voru bara að skjótast upp. Það var bara einhver 3000 að horfa á einhvern gæja sem var með 20 followers. Já, meinar. Já, þetta var rosa spennandi bara þannig að, Já, ég var mikið að horfa á TikTok þar sem að Ali A og Nick E30 og þessir stóru streymerar er að streyma Fortnite og kynna fyrir mann Simpsons-seríuna, sko. já, þú hefur ekkert íhugað að fara í streymið, að streyma meira Fortnite. Nei, ekkert, og ef við sjáum hvað gerist. Já, Við vitum það ekki gæti alveg hvað verið. framtíðin ber í skauti sér. Ok. Þannig að, Já, ég held ég að fara ekkert í það, sko. Nei, að streyma, Já. það er erfitt. Já, nei, ég held það sé bara ekkert mál, sko. Nei, ok. Já. Þú hefur ekki gert það? Ég hef alveg sett upp streym og gert Já, þetta, ok, sko. en Já, það tekur það tekur orku að vera að streyma í ég- 4-5 ég- klukkutíma, Ef sko. þú ætlar að vera gæðin sem er að tala við alla í beinni og er að taka Já. þátt í umræðinu, þú getur nokkla alveg bara kveikt á þessu gang og haldið kjafti og... Já, það er það virkar ekkert, sko. Láttu mig þekki það. Stefán Atli var hérna alla 50 að streyma Já, og ég var svolítið ofta að segja við þá, hvað með að hafa bara 2 klukkutíma streymi allt í botni? Nei, þeir vildi oftast fara svona 8-9 klukkutíma. já. Og það var orkan Já, bara það er orka og nei, þú veist, þú kannski byrja svolítið hátt. Já, Já. Smá byggjum, síðan er þetta bara... ég bara kannski enda streymi og byrja aftur Já, setna, en nei. við erum að sjálfsögðu hérna í bóði Elko og Lúkalúk. Já, hefur Og- smakkað þennan? Ég ætla að gera taste test í beinni útsendingu. Þetta sem við ert með núna er örgulega besti lúkalúkin, við Já, erum að dæma. Besti Lúkalúk pakkin, sko. Hann Hann er, heitir Pink Mix, Fun Já. Mix of Candies. þetta er sko, við erum að tala um Mentos, Chupa Chup, Frutella, þetta er allt svona legendary. Legendary nammi eitt saman í pakka. Já, Það er eitthvað challenge, það er easy að opna þetta, sko. já, ég sé það. En það er þetta gert svo, þú veist, börnin fara að poða þetta ekki óvart í það, sko. Já, Já. nákvæmlega. En- Lúkalúk. Já. Já, þú ert hérna ekki fyrst að geta að taka taste test, en Nei, þú lesti Hverfo og ert múin að vera að gera hvað, segirðu? nei, ég er bara búinn að vera að kenna fólki hvernig á að nota ChatGPT, þannig að ég er með ChatGPT-námskeið.is. Ok. Ég- Hann Já. einhver heim í sófónum sem kann ekkert að eiga, geti tjekkað á þér. Sko, ef það er einhver heim í sófanum, þá er bara að skrá svo á postlistana, því ef þið gerir það, þá fáið 10% afslátt af námskeiðinu mínu. Það er crazy. Hvað skrifa maður Fortnite Ísland til að komast inn í 10% afslátt eða? Nei, hérna kóðin er ef þú skráðu á postlistan og hann er á vefsíðunni chatgpt-námskeið.is. Já, ok. En hérna, ég er til í taste test, þetta er Frutella og hérna Party Pinks og eitthvað. Já, tjekka þessu. já. Þetta er örgulega uppáhaldsmitt, Frutella. Þetta er gott stöf.
Já, en eins og við sögum þá þetta síðasta kvöldi í Trios og þetta búið að vera svolítið léttur leikur hjá Chris, Viss og félögum. Þeir eru búin að vera að slátra. Já, bara, ég held að þeir eru búin að vinna alla, það Ég held ekki? að það sé undefeated. Já, Stefán, þeir eru búin að vinna 6 leiki af 6. 6 leiki á 6? Já. 6-7. Það styrkist í það, sko. Já. Það er stutt frá Það er Þetta var vissulega ókallað. 7. leikur framöndan eftir smá stund. Í Simpsons-mappinu. Ég hef persónulega ekki spilað Simpsons-mappið. Ekkildri. Rosalega Ég skemmtilegt. veit ekkert hvað Það- er nýtt í rauninni fyrir utan mappið. Nei, það er fullt nýtt og mappið er minna en vanlega. Já. Það er bara, Það er gott fyrir okkur. já, bara 80 spilarar sem geta verið í hámarks fjöldi. Spilar er 80. Já. Svo er, já, bara endalist nýtt. Mm. Þú veist, Stefán allir vanalega svona gæðan með statistics að segja hvað er nýtt og svona. Já, sko það er bara já, þarna sko, það er komin ný byssa sem er svona krusty byssa sem er svona eins og revolver. Já. Hún er rosalega öflug, það eru 6 skot í henni og þú skýtur og ef þú skýtur þá bara allt í hennu bara, hún er one hit damage eiginlega, sko. Já, það. Ef þú headshotar þá bara komið, sko. Ég sá þarna 3 auga fiskurinn. Já, hann lætur Hann er item. hlaupar Það er teleportar. en maður að borða hann. Já, maður borðar hann, hvað, já, maður hleypur hraðar. Nei, maður svona teleportast, Já. svona eins og hauskúpuna voru. Já, þú Þannig getur ítt að bila eða hopptakkan og þá. Já, þetta er hann að Skýst af. triple dash. Slurpee juiceinn, hann er geggjaður af því að það virkar þannig að þú drekkur hann og þá hleypur ótrúlega hratt og fær ótrúlega mikið líf og eitthvað. Slurpeeinn. Núna eru ný skinn, Bart, Lisa. Lisa er ekki? Nei, Hvað ég sá er hann ekki? já. Bart, Homer, Maggie og Lisa. Er Lisa ekki? Hún hérna, hvað heitir hún aftur? Marge. Já, Marge. Marge er fyrsta skinni sem þú getur fengið og hérna Homer er Obi! Vá, Er hún ekki svona einhvern veginn? getur þú gert aðra svona Ég held afturhermi? ég væri bara byrjaðir í leiknum, sko. Ég held þú væri bara komnir í Það ekki, leiknum, sko, já. En, Stefán, akkur er Lisa ekki? Það er spurning, kannski þegar hún er upptökinn við að lýsa. Já, ég var á dug. Þú varst að fiska þetta. Nei, mér finnst það skrítið. Ætli að sé eitthvað svona, einhver ástæða, væntanlega. Hún er svo gáfuð. Kannski kemur hún í seinni bylginu. Já, getur við. Að ég heyrði einhvers staðar á netinu að þetta event sem var í gangi núna er eiginlega bara svona fyrri helmingurinn. Og síðan kemur eitthvað svona risastórt eins og tónleikarnir. Já, ok, það er svona eitthvað, Það var svona mini, einhver finali sem kemur Já. og það breytist mappið aftur þá. mögulega. Þú veist, ég er ekki að Kemur vinna dómið. Já, Já. yfir, Já. glerið. Já, Það væri spennandi. það getur. Það var í, herru, Simpsons myndin, hún kom út í bíó fyrir svona 15 árum síðan eða 20 árum síðan eða eitthvað. Já, Og með íslensku tali. í byrjunaratriðinu þá var Bart að skrifa á töfluna eins og hann gerir alltaf í byrjunar Simpsons þáttunum. Og hann skrifaði I promise we will not make another movie in 20 years. Svo 20 árum setna eftir að þessi Simpsons myndir að koma út 2007, kemur nýja Simpsons myndin 2027 í bíó. What? Crazy. Easter egg. En munið þegar að það var náttúrulega að vera að sína Simpsons í sjónvarpinu. Já. Munið þegar það var fyrsti íslenski Simpsonsin. Nei, Það var búið talsettan í íslensku. Nei. ég man ekki eftir því. Það var bara fréttir og eitthvað um það. Aha. Það var bara stöð 2 bara. Ok, er það bara eitthvað nýlegt eða? Nei, þetta er eldgamalt sko. Já, ok. Þetta er alveg 15 Manst þú ára. sérst eftir þessu? Já, ég man eftir þessu. Já, ég man ekki eftir því. Ég var Ég var alltaf að horfa á Simpson heima Já, þegar ég var yngri. hver er uppáhalds karakterinn í heiminum Simpsons? Í Simpsons, það er Bart og Comic Book Guy. En þinn? Apu. Já. En þinn? Minn? Já. Það er bara Duffman. Ok. Duffman, hann er classic. Snowball er líka góður, Já. sem er kötturinn. Snowball. Það er En nokkuð búin já. að vera til 20 snowballs eða eitthvað, sko. En já, ég verð bara með ykkur eins og ég segi, svona næsta klukkutíman eða svo, en þið verða aðeins lengur. Já, þú ert náttúrulega beint að fara í bókaðar í... Fyrirlestur? Já, Getum sagt það, sko. já. En Getum alveg kannski sagt það. við fáum stöðinu upp í deildinni, eins og Já. við vitum Já, samt. ég var til í það. Chris og Viss eru klárlega efstir. Já. Þeir eru búin að vinna 6 leiki af 6. Þannig að þeir eru örugglega svolítið nálægt í bara komni með 50 skallin í vasan. En í öðru sæti er Hjálmur og félagar Já, ok. með 295 stig. Þriðja sæti er Steffinator og félagar með 259 stig. Sko 9. sæti. Hvað eru mörg stig í boði í kvöld, skilur, ef þú myndir fá... Ef þú vinnur alla, þá er farið 75. 75 fyrir alla þrjáleikina. Já. Og
2 stig fyrir fellu eða ekki? Jú. 1 stig fyrir fellu? Nei, það eru 2. Já, nei, þetta eru 25 eða ekki? Já. Sko, ég myndi segja að það er ennþá bullandi séns fyrir alveg Ok, þetta er ekki sénsamt, það er mjög erfitt að fara að taka fyrir að taka hérna. Já, ég held að fyrsta sæti sé, þetta er svolítið keppni mannað nú. Já, 200 stig er svolítið langsótt held ég í kvöld. Sko, ef Möxi og félagar, ég datt inn á streymi hjá Möxi, hann var að streyma á TikTok og ég var aðeins að hvetja hann og hann tók einn sigur. Það sem ég sagði GG Easy í chatið. Hann er í 3. sæti. Þannig að... Nú, já, hann fyrir nokkla tóku, hvað, 1 annað seti eða var það 1. seti? Þeir eru búin að ná öðru seti, en við erum að tala um það, þeir getur náð, þetta er heldur bara eitthvað 30 stig sem munar. Já, þetta er meira bara um annað seti heldur en eitthvað annað, sko. Já, og líka annað sætin sem eru fyrir neðan í 4., 5., 6. Já, það er alveg möguleiki að komast í topp 3 100%, sko. Já. Alveg stór möguleiki, sko. Klálega. Já, akkurat, við vorum að fá góðar upplýsingar og ég ætla að kynna mig aftur. Ég heiti Stefán Atli og ég er gestur inn í settinu og er eigandi ChatGPT námskeið.is og er að þróa hugbúnað og alls konar skemmtilegt. Og ég var að lýsa Fortnite þegar Elko-deildin fór á stað. Þess að fyrir ári síðan eða meira, 2 ára kannski, ári síðan. Ekki spyrja mig, ég veit ekkert hvað. Þá var ég með Ólafur Hrafn Steinarsinni hérna. Við vorum 2 saman í settinu og það var Aron stundum á sófanum og svona. Já, ég var einmitt að tala um aðan, ég veit, erum við bara að fara að tala enn í hringi? Nei, það var að segja þetta náttúrulega. Ég veit, greinilega að streyma var ekki í gangi, sko. Nú, hversu langt? Hversu langt, ég veit það ekki. Þú máttu endilega rifið þetta upp aftur. Við bara byrjum upp á nýtt frá byrjun. Já, komið sæl, velkomin í Trios í Fortnite. Nei, ándjók. Fortnite er núna komið í Simpson-útgáfuna, stuttum málið, þá er það updateið á 60 GB update, þannig að allt lítur út eins og Simpson hérna núna og það er búið að breyta heldur karakterum, það er fullt af Simpson-karakterum sem koma inn, síðan erum við með Lísu sem er ekki inni, því miður ekki núna og síðan erum við með eitthvað event sem kemur í lokin, sem kemur eins og Daft Punk-iði og við verðum sem með fleiri byssur, það er nýja dæmi, það er hann að þú ert með svona dust triple dæmi sem þú færð þegar þú borðar hérna fiskinn, þá getur skotist og síðan erum við með eitthvað allt annað. Ok. Já. 6 í og þá bara skýtur þú út til að bara headshot. Já. Hún er góð, ég notaði hana fyrir Victor Real í gær. Já. Fyrir þetta. Erum við þá komnir aftur á... Við erum komin aftur á samastað. Aftur í núið. Já. Við myndum að rifja fortíðinu upp. Já. Við þurfum að halda skedjúluna, sko. Við byrjum eftir 2 mínútur, sko. Já, þetta er heppilegt fyrir þann sem var kannski á klóstinu núna og mista fyrstu 5. Nákvæmlega, gott recap, sko. Við erum að tala um það að fólk er heim í sófa að horfa í sjónvarpinu, sko. Stefán. Það er svoleiðis. Hæ, fólk heima í sófanum, gaman að sjá okkur. Ég sé ykkur ekki. Og við, já, þú ert kannski vanur að vera að halda fyrirlestra, en... Jó, ég er vanur að halda fyrirlestra, ég ánáttúrulega ChatGPT námskeið. Ef það var ekki búið að koma fram eða misti staðið í byrjun. Já, en segja okkur aðeins frá þessum ból. Já, þetta því method actor, veistu hvað þýr að vera method actor? Já, en segðu áhörundum. Ég er bara method actor, sko. Já. Ég er búinn að vera bara í 15 ár, bara í einhverju hlutverki, sko. Já, og hvenær ætlar að hætta því? Bara eftir svona 10 ár, sko. Já, ok. Nei, ég er að djóka. Þetta er bara flottu bólur sem að ég rakst á og ákvaði að vera í honum að því að hann er skemmtilegur. Já, talað um bóli. Ég náttúrulega keypti Stefán Berg merch-bólinn. Já, Lift You Up. Lift You Up ætti náttúrulega að vera þemalagi í þessum þætti. Já, ég hef eftir að vera í honum. Já, það ekki. Það er verið bóla þema. Já. Svo á ég bóli sem eru merktir ChatGPT námskeið.is. Ég trúi því, sko. Og mynda mér. Jú, ég sagði það. Ég kem í honum eitt næst. Já. Já, endilega. Ég kemur bóli fyrir ykkur alla. Já, ég var að segja, ég var alveg til merch, ég elska merch, sko. Það ekki? Jú. Já, vera bara Stefán alltaf á Halloween. Það er bara árið hugmynd, sko. Já. Eigum að tjekka hvort ég geti haldið eitthvað svona námskeið. Bara setja mig gleraugun, verið í method actor bólnum, tattúða hann að fjalla á vinstri og allir fólk fattar þetta. Gætir þú hugsanlega bara nota ChatGPT til að hjálpa að halda svona námskeið í rauntíma? Já, ég ger það alltaf. Hún kemur alltaf gestur á námskeiði, sko, en við náttúrulega þurfum að fara að byrja þetta en við ætlum að fá hana með í útsendinguna sem hún segir bara Kottu sæl, þú ert í beinni útsendingu í Fortnite, hvað viltu segja fólkið? Sæl, já, auðvitað. Þú getur alveg sagt fólki að þú sést bara slaka á og hafa gaman í Fortnite, kannski æfa þig í beinni útsendingu og leyfa öðrum að fylgjast með. Sko, við erum í rauninni búin að fatta hvernig Stefán gerir þetta. Hann er með AirPods í eyrunum. Ég held það nefnilega. Svo er hann bara að Þetta er svolítið svona... Hann er bara method actor. Hann er með man in a chair, basically, allan tíman, sko. Já, það er svolítið svona, sko. Method actor. En er einhver ástæða okkur út með konurödd í staðinn fyrir kalla? Já, hjá ChatGPT? Já.
Nei, bara vegna þess að hún er svona vingjallir einhvern veginn. Mér finnst kall vera með svona og Já, kona er og meira hvassur. Já, hvass. Hvass, já. Kona er svona vingjallir. Já, ég skil. Tekur upplýsingum betur frá konum heldur en köllum kannski. Já. Hún er ChatGPT er seinasta manneskjan sem þú tala við á hann fyrir að sofa og fyrsta sem þú Nei. tala við þegar þú vaknar. Nei. Segir góða Alls nótt ekki, og svona. alls ekki, sko. Nei. Nei. Er hún að fara að sjá brúðkaupið, kannski? Sjá, hún skipulegur bara fullt af hlutum, bara útdælansferðir og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Já. Skipulegur allan fjandan, sko. Ég held að það sé mjög sniðugt að nota. Ég fer alltaf yfir á námskeiðinu sem er hann chatgpt.námskeið.is. Já, skráðu ykkur ef þið kunnið ekki á ChatGPT og viljið fá upplýsingar. Já. Nú fer heldur bara styttast í The Simpsons. En mér langar að þakka náttúrulega Luka og Elko kærlega fyrir. Ég fór akkurat og keypti mér tölvuskjá í Elko. Já, ég sá það. Í dag. Og herðu, við talum það, við erum með myndir af fullt af setupum. Já. Og meðal annars okkar. Já, því sem miður. við vorum búin að lofa. Aron hins vegar þarf að koma með sitt næst. Hann er vist í útlöndum. Já. En við ætlum að sýna það á milli, bara eftir fyrsta leik. Þá fáum við að sjá smá. Það er svoleiðis. Já. Ég var einmitt að færa mitt setup í dag. Já, ég tók það var ekki vanalega þarna. Nei. En það var ekki gert spes til að taka myndina, en það hendaði rosa vel að taka myndina eftir á því að ég var búin að hreinsa eins til. Það er mjög dagskipt hjá mér hvernig þetta lítur út hjá mér, sko. Já. Það núna er allt í drasli út, við vorum að taka til fyrir ykkur ammali og eitthvað annað, þannig að það er allt komið þangað inn, sko. Ég skilji. Skrifstofa mín er bara perfect. Það er ekki einn hlutur sem má ekki vera þar. Það er allt bara fullkomið þar. Já. Nei, hún er alltaf risli. Við fáum að sjá það eftir. Já. Og við erum líka með setup frá fólki á Discord. Já. Áhörðum og kefendum. Já, það er búið að senda fullt inn og við ætlum að reyta, halda áfram að reyta og hver veit nema við gefum nokkra lúkulú. Er einhver búinn að rukka okkur þessar gjafir sem við vorum búin að lofa ykkur eða? Neip, við erum ekki búin að því. Haha, suckers. Það er náttúrulega á þeim að fylgja eftir. Ég held það, sko. Við erum með glaðningin hérna. Ekki okkar vandamál. Nei. Mikið afskaplega var gaman að koma hérna í settið. Já, takk fyrir að fá þig. Við sjáumst bara. Takk fyrir að fá mig. Já, gaman að fá mig. Laka til að hérna ChatGPT-ast eitthvað. En byrju, sko. Næsta námskeið 19. og 20. nóvember. Ok. Við erum að tala svona eru Chris Riss og Viss, eru þeir góðir í Simpsons? Mappinu, skilur. Þetta er gott mapp. Já, ég veit ekki alveg hvort þessi að fara að taka Er þetta svona mikið gamebreaker eða? Já. Hvernig mappi breytist það? Já, 100%. Já, mér finnst þetta líka vera fallegasti kartúnlitur sem hefur verið í Fortnite frá upphafi. Textjúrin eru svo full af lífi og þetta er svo fallegt að horfa á þetta. Já, og þetta var ekki skriptað, þetta kom beint frá þér. Beint frá hjartanu, sko. Já. Ég er maður sem tala frá hjartanu. Það er rétt. Þú náttúrulega þekkir enga sem eru búin að vera kæða. Jó, þannig er þetta byrjað. Nuno Mendes. Let's go. Sjáu þið textjúrin? Já, textjúrið er skemmtilegt. Þetta er svona eins og þetta sé fake einhvern veginn. Þetta meikar enga sens. Þeir eru á Springfield Town Square. Já. Þeir sem hafi verið duglegir að horfa á Springfield. Nei, Simpsons. Tekja þetta. Þetta er Kristó með setu. Nei, þetta er Mendes. Já, auðvitað. Hann er í liði með Kristó með setu. Spurning hvort við fáum að heyra smá í leiknum. Við heyrum smá. Kristó með setu. Klassískt. Hann er vinur deildarinnar. Er þetta ekki svo sami sem var hérna í fyrir árum? Herru, Jensín er komið fyrst í fellinu strax. Já, Justin Jim er hann að tóða út og leðar vorstengur. Nei. 10 lið ennþá eftir samt. Hamburgerinn er góður, sko. Ég viðurkenni, ég fíla þetta texture. Eða hvernig er það á íslensku? Áferðin. Já. En kistunar eru samt í gamla áferðinni en allt hitt er í nýja. Já. Ég alveg kölluðu þetta áferð á íslensku, eða? Texture, já, það er áferð. Já, en í þessu samhengi. Ábreiðan, er það eitthvað? Ábreiða er eins og coverlag, sko. Já, ok. Sjáu þið, þetta er svo rosalega skemmt. Og runnarnir líka, ég sá gæja sem gerði mím af runna, Þetta er svolítið sérstakt, sko. Hómir. Ætli að Fortnite sé uppi núna, eins og við tala Fortnite er uppi, sko. Já, heldur þetta sé rétt átt það. Hversu lengi? Þetta er hæg. Sem fiskinn, hann með fiskinn. Fiskinn er geggar. 3 augu, King Julian sem Hvað er 3 auga samt? Það er hann að felum á baku miðuna. Þetta er í rauninu Bjarki Panda. Það er svoleiðis? Já. Það er svo... Og hann er komið svona ákveðu köld á baku sig. Aha. Já, margir er búin að setja pönduna fyrir aftan nafni sitt. Og spennandi. Fylgja honum svolítið. Hann er náttúrulega bara team leader. Hann kom á námskeiðinu. Já, ok. Í alvöru. Ha?
Þetta er byssan sem ég var að tala um. Þetta er hérna, Revolverinn. já, þetta er svona öðruvísi revolver. Krusty the Clown byssan sem Já, hún er mjög góð, sko. Stefán, Já. þar sem þú ert eigandi ChatGPT námskeið.is, gætið þú keypt lénið Gunnþór.is af því það er nóg flæði í peninga þér núna? Herru, ég er þetta að spája að fara að kaupa Gunnþór.is. Það er available, við erum búin að checka. Það er svoleiðis? Já. Ok, ég hef bara gert það núna. Gunnar.is er líka til, Ok. August.is og Aron.is. Ég bara, Með íslensku sérstofun þá, eða? það er spurning, sko. Með, Er hægt að nota íslensku sérstofi í lénum? með, jú, Takið eftir hvað karakterinn er í öðruvísi texture heldur en... já. Þetta er bara, þú veist, úr allt öðrum heimi en allt. Texturið er svona svipað gott og texturið á koddaverun sem þú færðin á koddaver.is. Það er svoleiðis? Já. Þið fáðu líka besta múrin í fagar. Og eins og ég segi, með ChatGPT námskeið.is. Með ángrís. Ef ykkur vantar jólagjöf, þá er það klárlega staðli sem þarf á. Já, það er svoleiðis. Sjáum að 330 brick, FH Þorri, Classic, með shotgun og... Þú veist hver þetta er, Stefán? Það sjálfsögðu. Hver er þetta? Þetta er FH Þorri. Nei, upprunalega. Já. Þetta er Skippy. Skipið Í toilet, þetta er frændi, sko. Þetta er litli frændi. Já. Já. Og þetta er sonur Finna Já. sem hefur verið góður þjálfari. Mjög góð þjálfari. Þarna er M8. Hvað gerist Floxy. það með fyrir upp inn í þessu tré? Myndi maður ekki segja mate? Mate Floxy. Það ekki. Mate 1, Mate, jú, Stephanator. M8 er klárlega mate, sko. Sjáum það En hvað er M1 þá? Mon. Ég veit það ekki. Main. Ég veit það Ó, ekki. já, mein, gæti verið. Sko, þeir eru þrýrarnir í runnanum. Sjá Lexa fylki og BB fylki. Þeir sjá þá ekki, en þeir eru svona að vita af þeim. Þeir heyrið þeim. Þeir eru 100% lörkaðinu utan fyrir hjá mate og félögum. Og eru svona að leita á Tilbúnir í- sjálfra Herru, Fylkir! Og það er verið að... Nei, þetta býður ekki upp á gott að læra. Þetta er auðveld fella sem þið taka hann hjá fylki. Og já, nú er bara spurning hvað hérna Mate Floxy og fleiri vilja gera núna. Fylkir hérna sér þá alla vera að komast inn og hann lætur sig hverfa. Hann vil Já. ekki taka þátt í þessu. Sjáum Mate Floxy. Kristó með setu í bardaga. Þetta er Chris. The Chris. Þetta er Chris Riss. Já. Og það er nætt. Herðu, Fella. nice. Chris ásvöld áður til að vera bara á toppnum. Já. Hann leifir hérna viss og nú svolítið að keyra og hann er svona yfirvegar efst svona skátinn og bara svona uglan, segir hvar allir eru og... Það þarf alltaf svoleiðis. En þetta er nokkru lið sem núna í öðru seti sem þeir eru að maffa hérna. Herðu, Mögsi og þeir eru þriðja. Það eru þriðja segi. Já. Og þetta er nokkru bara dýrkeypt hérna fyrir Mögsi og þá að lenda á móti þeim strax hérna. Þeir líka bara dippa. Fara hún í vatni svona, það er áhugavert. Já, þetta er stóra hættulegt. Mögsi er samt með tjökk og skemmtilega hvernig svona búið að breyta myndinni á Já. tjökkunum. Sammála. En sko þetta gæti alveg kostað á nokkra þúskalla sko. Þeir eru með 25 skall, 20 krónur núna eða þeir halda þriðasettinu. Já, einmitt, það er nokkru bara mikið eftir auðvitað og ekkert ólíklegt þeir haldið því að ná öðru seti jafnvel. En það er nokkru að þeir eru búin að missa leikmann, nei þeir missa ekki leikmann. Þeir þurfa svolítið að koma sér í burtu frá fyrsta sætinu eða þeir vissu hverja þær voru í rauninni. Sko nú er spurning hvernig Chris og þeir ætla að spila. Ætlaði bara að halda tvöfaldtakkanum inni og bara, þú veist, þeim er alveg sama, skilur þeir eru komin við fyrsta seti. Eða ætlaði bara að vinna 9 í röð. Það er spurning. Ég myndi Ég fara held að í það væri hart. og ég helst líka sko málið þú vilt fara í þryggjastöðutölun í fellum. Já, það er rétt. Þeir voru komin með hvað? Það er eiginlega sko, þeir voru komin í þryggjastöðutöluna ekki. Voru komin í þákað? Já, meinar. Mango Pok að fá á sig skot. Við vildum fjagrastuða þegar Já. töluna sko. Þetta er funk, Stefán. Mango Pok að fá á sig skot. Að sjálfsögðu. Ekkert að sjálfsögðu, ég bara segi svona. Sjálfsagt ná. Nú er spurning hvernig Stormurinn Aronína. spilar. Sen eru þeir líka með skemmtilegt dynamic með nínunar sko. Já, Nei, ínunar. núna ertu hjá mér. Líslarína, Jensína. Ætli sé að hlusta á það bara. Er þetta Jensína en eina svona Jensína? Mechanic God Jensína eða það tala hana. Ég er að tala um Jensínu sem er búin að vera svo lengi í þessu. Já, þetta er hún. Aron vill meina að þetta sé besti byggir í Fortnite. Bubbi. Hann vill meina Herðu, Alex fellur þarna sjálfum sér. Já. Hvað? 26 leikmenn eftir á 30.
Hvar myndir þið lenda samt þarna í þessu sísonu? Var það powerplantið? Eða bara í aðalhúsinu? Ég myndi lenda á Burns Manor. Ó, ég var að hugsa það. Burns. Ég var að hugsa það. Það hlýtur að gott lút þar, með að maðurinn er mjög ríkur. Já, út að takka og koma hundar og byrja að elda þig. What? Sér, hann er að ná sér núna í svona ákveðin hraða og ef hann tekur fiskinn líka, þá er hann bara sko, þá þýtur í gegnum mappið. Og fyrir ykkur heima sem var ekki mun að taka eftir því, það er komið Legendary Tactical. Gull. Já, gull. Það er cool. Já, svo skiptir hann yfir í revolverin sem er algjör geit, sko. Missir hérna á blússandi siglingu að reyna að taka smá aggressive stand. Þeir eru búin að ná... Var ekki eitt búin að falla hjá þeim? Já, ok, það er alltaf búinn núna. Þessu er tölvu sem við erum að horfa á opsið núna. Kristó með felluna. TikTok Möggis alveg með 200 health blúð. Sjá Möggsis og Stefan þetta. Þú breytir alltaf hvað hann heitir. Áðan hétta Möggis, nú er hann Möggsus. Þetta er svona svipað eins og fyrstu 2 leikinum hér á mér með Chris Riss. Já. Það var ekki alveg nóg gott fyrir mig að segja Nei. Kristó. Ég er að bíða fyrir að sjá eitthvað leikmann í Homer Simpson skinninu fara inn í runnan og búa til Homer Simpson mými í runnanum. Spottar. Það var enda mjög gott. Stefanator, frændi minn. Er þetta hunting? Er riffill? Þetta er ekki hunting, þetta er hérna infantry rifle. Huntsman. Já. Er þetta singlebolt eða? Nei, þetta er... Infantry rifle. Þú veist með einhver 8 skot eða eitthvað. Semi-honor Marek eða? Ég var örugglega að rocka þessa fjólblóðbyssu sem hann er með. Góður infantry rifle. Hvað ætla Epic Games í lengi að búið til svona mapp? 1 mánuð. Stefán, er þetta bara AI generated? Svona 20%. Herru, þessi Krusty tók hann ekki í einu höggi, sko. Nei, ef þú ert að hitta headshot. Já, hann er rusty. Ok. Þessi Krusty er líka, hún fljóti skjóta aftur. Já, þú getur svolítið svona, er ekki mikið recoil eða? Hvað gera hamborgarnir? Hún er bara líf, sko, og skjöldur held ég. Kannski fáum að sjá það núna. Hey. Þetta er góð byssa, sko. Það var bara að kunna að nota hann. Come on, Gaby. Lega okkur að sjá hvað Burger gerir. Burgerinn, ég held að hann gefið þér smá skjöld, sko. Gappi er að vera svolítið hérna... Hanna? Já, smá skjöldur. Já, þetta er bæði. Hvað fer hann upp í? 5? Nei, wow. Það voru 3 burgerar. Það voru 30 og eitthvað... Nei, það voru 60 líf. Já, 3 burgerum. Já, 20 hver þá. Já. Það er nú bara frekar gott. Hvað er maður bara svona fljótur að geta á? Þannig að sjáðu þið Burns Manor. Já, þetta er bara Manor. 3 Er bita þetta mak. ekki Krusty burger? Það er líklegt, sko. Alls Já, líklegt, þetta er sko. alltaf það. Þetta er náttúrulega ótrúlegt lút. Þetta er að vera eitthvað crazy loot hérna, sko. Sko, þekkið þið almennilega hvernig hérna inni er í alvörunni? Nei. Gaman að fá að sjá það loksins. Hann er með styttu á sjálfum sér. Það er svolítið. Sjáu það? Við sáum það. Fullt að styttum á hann. Bara með styttu á sjálfum sér. Og í mismunandi aðstæðum, sko. Já. Já. Alveg. Forfeður hans. Sjáum Gabba 8 með eina fellu. Mr. Stefanator og það er ekkert mikið af liðum nálægt þeim. Þannig að það er svolítið eiga Manorið. Sjáum hérna Ísarína. Herru, sér hvað hringun er lítill. Þetta er 50. Já. Já, getur við flippað upp mappinu fyrir mér, alveg saman fyrir mig eða ekki? Já, takk fyrir. Sér hvað þetta... Herru, hvað er grænu að gera hann það niðri? Það eru bara að hafa kósi, sko. Þeir eru En með... sérðu hvað hringurinn er mjög lítill? Hann eru mjög lítið. 50 hringur. Það er 50 hringur, sko. Þetta eru Mögsjöfélagar. Þeir eru búin að ressa Gunnþór. Já. What? Ef þú setur hausinn á mappinu ofan á þig og ert headshotaði með hann, þá færðu ekki Hvaða haus á mappinu? Það er hérna hausinn á hérna styttunni sem að strákarnir eru að saga af í Simpsons. Já, er Já. þetta að Sérðu hausinn? Já! Og þú setur hann á þig Er Mendes að fara í hann? og einhver headshotar þig, þá verður hann þá á lífi, sko. Já, ok, bara auka líf bara. Hleypur maður hægar eða, Hva? þú veist, gerist eitthvað? What? Það er ekki... Já, er þetta svona pínu eins og runnin? Þetta verðum við að fá að sjá, sko. Svona pínu eins og runnin í gamla daga?
Eitt Hann er með skot. FNCS, hérna, pickaxe eða ekki? Sá það ekki? Nei. Það er ansið þröngt en samt bara Sjá, þarna, fjórir 84. Þarna erum við að tala saman. Þetta er loksins eitthvað svona alveg longreisbissa hérna. Já, 4 spilarar fallnir. En samt er, sko, ég elska hvert fingur er að fara. Það er 1 lið, bara át. Eitt lið út og nóg eftir í rauninni að tíma þar að segja þegar við horfum á venjulega leiki. Já. Þetta er náttúrulega kannski aðeins þess að format núna þar sem já, þú Sérðu hvað hann fær marga burgers? Já, hann getur bara stakkað fylgt 3. Buffet. Þetta Eru 4? Þetta er nýja pítsan. Þetta er nýja pítsan. Hún var svolítið hrekkjavöku. Já. Snæi, Steffinator og Gabbi 8 saman í liði. Gunna! Nei, feldur. Þetta er ekki, Mögsi og Gunnþór og félagar er búin að vera í vesinni allan leikinn. Það verið að loka þig inni hérna á milli tveggja liða. Gunnþór á lítið líf eftir þegar hann fór á Ísnik og keipti líf. Herðu, er hann með blöðru? Já. Það gerir blaður hann. Það er Legendary Krusty. Hann flýgur upp, sko. Hvernig? Þessu skýtur hann með Legendary Krusty-byssinu. Okay. Það er cool. Það er gott að skjóta svona bíl. Gunnþór er nær að komast upp aftur. En Mögsi og félagar eru búin að vera í bullinu allan leikinn, sko. Já, þeir eru í, já, bara milli sleggju og steins hérna, sko. Já, já. Já, sjáum Þú veist, Gabba 8. þeir verða að girða sig upp á að ná þessum pening, sko. Hann var ekki viss hvort hann vildi revolverinn eða eitthvað annað. Já, er ekki þetta alltaf revolverinn núna? Það eru allir eftir samt. Er shotgun revolverinn ennþá? Nei, hann er ekki ennþá. Já, þú veist, það er bara, þú veist, það er long range byssan dottin út, hvað sem er, þannig að það var ný komin inn. Alex, FN, Hver er tekur Jonas Jónas the Goat. tekinn? En hver er Christ Gunnar? Netti krakkar Alex, hverju voru með honum síðast? Það fylgir Gunnar. Það sé hann. Alex, feldur, Þorri. Þetta er ekki fyrsta skipti sem hann fyrir svona einvi Þorri hefði betur. eflaust finni að þjálfa hann með köllin í eyrað og Gumsi klárar. Hann náði frændi hérna, reboot-kartinu. neglir hann niður, djöfull er þetta vel gert hérna! Anskotinn! Hann er með Gunnar, medkit. þú verður að gera eitthvað! Hann er Hvað með fastur. nafni? Hann er fast. Nei, hann er ekki fastur, þetta er strategía. Jæja. Herra, hann er með Legendary Krusty-byssuna, F á Þorri, Já. og notar hana og getur hann skotið í sjálfum sig og fær hann blöðru. Þannig að Þetta er rosalega. liði. skjóti sjálfur og fá blöðru. Jú. En félagsgumsi er hann líka, en það er ansi mikið að liðum sem er núna að koma inn á svæðið. Hvernig fljótur að fá lífið samt. Þetta er mjög góð hýls. Jensína. Jensína. Tekur Balli þarna. Stass og Hjálmur líka fallinn. Hjálmur sem er búinn að vera gríðarlega sterkur í fyrir svona öðru- settileik. Fyrir öðru svæði. Leikmenn í 7 liðum. Christ Gunnar er feldur, náði ekki að komast. Hérna sjáum við ínurnar. Sjáum við storminn, strax komin 7. Jú, hann færi sig alveg út úr þessum Hann orðinum. er byrjað að meiða líka. Já, þetta er alveg. Mér sýnast að vera með Five 8. second. Þetta er kannski styttri leikir. Þetta er hann við ella. Já, þetta er það, klárlega. Og hérna er hann á milli alls konar liða. Enginn að skjóta, jú, hann kemur eitt skot í bakið og við erum með lítið líf eftir. Gunnar líst ekkert vel á þetta og Gunnþór er Það sjálfur. er engin hýls á þeim, engin byggarefni. Þau eru, já, ekki á góðu staðina. Þau eru búin að vera í vesinni mjög lengi. Þeir eru í vesinni. Þeir hafa ekkert líka til að gefa sér ef það er hitt á. Þeir Nei. augljóslega væru búin að hýla, en þeir geta það ekki. Bara eins, sko. Þeir eru allir með undir 30 í líf. Það er ennþá 19 leikmenn eftir. Þeir þurfa að hleypa ykkur inn í Liðin. hýlsínum og gefa þeim sendingu, sko. Já. Það er verið að skipta hérna á milli. Fangbræðirnir eru vel þægilegir. Ínurnar líka. Nú kemur nýr hringur og nú fer alltaf styttast í að sjóðu upp úr hérna. Það verður lítill hringur í restina og mikið af fólki eftir. 19 leikmenn og 7 lið eftir af 10. Ansi mikið eftir núna af stuttu bili sem mun gerast og ég held að spáði það bara mun allt sjóðu upp og verður svona 4 lið eftir við klárum næsta hring. Já. Já, ég er sammála því. Núna ertu ekki að fara að standa upp og fara á klósettið, sko. Nú viltu horfa, það er alltaf að fara að gerast. Hvað gerist hjá Nuno Mendes? Þeir virðast ætla að taka hæðista Hábúndinn. tindinn. Eru með ákveðna yfirsýn, byrja að skjóta á Aronína og hann er fallinn. Fellur Aronínu. Hann á 88 byggingarefni eftir, klárar Aronínu.
Og þægilegt að vera æðsta punkti hérna á móti þessu litla lífi á fólkinu. Fella eftir fellu. TikTok Muxi líka fallinn. Liðið þeirra kannski fallið. Það er ekki gott, þeir voru í 3. sæti. Chris og félagar eru með Gunnþór og Gunna. TikTok Muxi og þeir eru fallir úr leik. Já, 6 Helmingur lið lobby eftir. eftir. Þetta er peningamissir, gæti við orðið, nefnir rífið sig í gangi í leik 2 og 3. Ég get að hugga sig við það að Hjálmar og félagar voru búin að detta út á undan. Þannig að þeir missa svo sem ekki Edfi á þá. Nei, það skiptir ekki máli þótt við sem í Simpsons mappinu. Chris, Riz og Viz eru á toppnum. Ja, þeir spila bara saman leik og það er greinlega ekkert öðruvísi við það. Nei. Og Mango Funk hérna samt eru þið búin að vera duglegir að koma sér í topp sætin líka hjá þeim. Já, Júnd, Panda. Þetta er ekkert mikið í að ná fellum. Nei. Vel spila að halda sér svona 3 saman og hann er með hundinn. Það er allir komnir inn í heila hringinn og það er ekki allir sem fjalluði eins og ég bjóst við, sko. Nei. Gumsi í vandræðum. Það eru hérna, já. Vel tróðið Jensína að gera árás á Bjæja. Já, og nú fer þetta alltaf rugglast. Bjæja í ruglinu! Aftur. Og Bjarund er komin út, þetta niður og Sóni kemur og klárar hann væntanlega í leiðinni. Hann hefði nú maður borða nokkra hambúrgar og hann laða stað. Þongarinn líka. 14 leikmenn Það kemur eftir. hann út. Núna Mendes er byrjaðar að sópa. Mér vantar mjög mikið sound í þessu opsi. En allt í lagi. Það núna eru allir að falla. Chris með fellu, Viz með fellu. 5 lið eftir ennþá. Þeir fá bara að halda toppinu hérna, F og Þóri og félagar. Nei, Kristó og félagar. Þeir eru með nóga heals, nóga... Þeir eru að gera Kristó tilbúinn ef þeir fari heal-off. Já, þeir eru búin að preppa hann. Já, þeir eru búin að preppa hann. Þeir sjá hvað er að margir lifandi. Hann geymir medkitið. Nei, hann snýr við. Hann færir það, hann reyna að minnmaxa hérna. Þorri er feldur. Finni örugglega. Sláði borðið. Núna Mendes. Gílir eftir meðfækinn. Gumsi. Það er byssuna, segir hann. En hérna eru fastir, taka mikið skadar og Sóni kemur rétt inn og tekur annars högg frá shotgun. Og þá er lítið eftir að lífinu og hann þarf að borða eins og mikið hann getur. Náðunar Mendes er sömulegis með toppinn og gerir að borða og kemur svo aftur líklegast niður til að halda áfram að gera skada. Og nú er spurning hvernig þetta gerist. Það er lítill slingur að fara að færast lengst í burtu og það þarf að færast allir mjög mikið í kringum mappið. Það er ekki séns þá þú getur byggt alla leið held ég. Kingjúliðan hérna inn í storminum. Þeir eru 3 ennþá að ná hérna félagseikunni. Já, þeir eru bara Með hamborgarana. Allt í gangi hérna kringum Viss og félaga. Þeir eru að púsla eins og þau geta með örugglega Chris Viss upp á toppurum þeir að halda sér í. Hann er fastur undir, getur mikið skada hérna bara á Sónu. Rétt svo kemst inn. Chris Viss heldur ennþá toppunum og er með yfirsýninu yfir allt. Hann er með allt á hreinu þannig. Nei, Steinn og félagar eru alveg í storminum. Þeir eru að keyra. Þetta er alltaf mikið færsla sem þú þarft og þetta er alltaf mikið völundur hús til að komast í gegn. 6 leikmenn eftir 5 liðum. 6 leikmenn eftir 5 liðum. 2 lið eftir og síðan 3 á móti 3 í 2 liðum. Berkband og Steini fjæðan fellur niður á móti Núna Mendes og Viss eru þá komin að stað hjá öðrum og King Jolund eftir niður, það er Panda og það er 1 eftir á móti 3 og það er líklegt hverjir að fá taka þetta. Jim Ford hérna tekur alla skaðan og er dottur út hjá Viss. Glæsilegt hjá Viss. Þetta er ekkert nýtt, þetta er 7. leikurinn sem þeir taka. Já. Viss er í sjálfstæðisflokknum. Stóð XD. Já. Þetta var rosa snöggur leikur. Þetta kemur hann út bara endan og bara allt. Já. Rosa margir sem komist inn í endanleikin líka sko. Já, það voru 26 eftir. Það voru bara 4 búin að falla. En við ætlum að taka örstutt og pásu og krifja þetta síðan þegar við komum tilbaka. Takk fyrir mig, já. Ég held að ég geti aðstofað ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra.
Já, verið velkomin aftur á skjáinn við þrír hérna, Stefán, Ágúst og Gunnar. Já. Fyrsti leikur búinn. Þetta var skemmtilega leikur, hressandi. Chris og félagar halda varum að sigra 7. leikur sem þeir taka. Já, við byggumst þessum við því. Já, Krusty Revolverinn var að standa sig vel og Já. bara vel spila hjá flestöllum leikmönnunum. Það sem að mér fannst leðilegast í þessu var að Möxi og félagar sem voru í 3. sæti fyrir leikinn voru dottnir út frekar snemma. Þannig að það er spurning hvort þið séu kannski konir í 4. eða 5. Já, þeir hljóta að vera eitthvað svolítið svona tapsarur núna eða eitthvað. Ekkert endal tapsar, það eru 2 leikir eftir. Nei. Þannig að það er ennþá alveg hægt að ná í peningin. Sækja pókan. Var eitthvað svona sem stóð upp úr í þessum leik af þér, Stefán? Nei, ekkert þannig sko, bara skemmtilegur endgame, mikið að gerast. Já. Þetta var bara geggjaleikur í allan í lokinu. Ég bjóst ekki við að þetta yrði svona breytingin í dynamicinu að þetta verða allt bara þéttbest í endan. Ég bjóst við miklu fleiri það sem eins og þetta var orðið miklu styttri tími sem við vorum að fá hérna inni. Já. Miklu minna svæði til að vinna með, en samt. Ég skilði sko, ég held líka ef maður væri sjálfur að fara að spila þetta borð, Simpsons-borðið, þá væri maður miklu meira að skoða sig um. Já, njóta. Já, kannski maður ætti að vera búin að taka þetta út kannski. Já, bara fólk þarna var ekkert þú varst ekkert að chilla bara eitthvað, já, flott bygging, eða skilur, það er mót í gangi. Alveg sem ég myndi vera það gæði samt sko. Já. Smá distraction eða mér sko. En við ætluðum að sína setupin, en við kannski Spennandi. Miður þurfum að missa Stefán. Já, ég þarf að þjóta. En það búið ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í kvöld og að taka barkan aftur og láta hann blaðra er bara einstaklega skemmtilegt af því að þegar maður lætur dæluna ganga þá getur hún gengið bara endalaust. Það er rétt. Það er svoleiðis. En Stefán, ætlað þú að koma á laugardaginn þegar það verður dúómót? Það getur vel verið. Þetta er lokahófi eða svona verðlaunahafning eða Já, tæknilega sér. Það má vel vera að ég mæti bara. Þetta er lokahóf frá 2 til 5. Já. Við ætlum að spila dúós. Já, en það er ekkert haldið hérna per se, skilur, þú bara gera það heima og þú vilt gera það, en við erum hvetjum alla til að mæta inn að rýna á sínum eigin forsendum og koma að spila. Arena í Kópavogi. Já. Skemmtilegt að koma og hitta félagann og spila sem Fortnite og fá sér að borða og Nákvæmlega, saman. Mögulega verður Stefán með námskeið. Þetta tala hérna ChatGPT námskeið. Já, það er ekkert ólíklegt sko. Nei. Það er að fara þangað í hálfleik. Já, það ekki. Jú, verður bara með bás og með svona bás. Gæti náttúrulega verið með opna kynningu bara hérna á tjaldsvæðinu. Já, tjaldsvæðinu. Já, sýndi nú nafnspjaldið sem þú ert með. Ég er ekki, já, ertu með nafnspjaldið? Þú gafst Ágúst aðan. Það er í vasanum á Ég get ekki farið á sóta, ég get ekki labba út. Nei. Ég kem kannski og laumaði að þér þegar ég fer. Það er að labba út og þú svona treður í myndalina. Já, ef Gauti verður sátt með það. Við leifum það kannski. Það væri gaman ef við getum fengið stigatöflunum upp og sé svona hverjir eru búin að taka því þetta er núna orðið keppni upp á 2. og 3. sæti. Fyrir ykkur sem er að horfa á skjánum þá er 1. sæti eiginlega staðfest. Já, það er nokkuð örugt núna bara, þú veist, svolítið tóttada, þetta var svona cherry on top. Já. Það tekið 7. leikinn og þú veist, það er enginn að fara að taka þetta sæti af þeim, þeir eru bara 100% búin að vinna þesta mótaröðina í tríós. Já. En hver er með 2. og 3. sæti? Það er svona meira í lausu lofti, sérstaklega sem er með TikTok, Möxis og Hjálmur og þeir eru ekki meðal 5 seinustu liðunum sem stendur eftir, eða ekki? Já, meðan við býðum eftir stigatöflunni, þá langar mig til þess að þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina hérna í kvöld. Að vera með ykkur á skjánum, það er búið að vera mjög skemmtilegt og gaman að fá að kynnast þér og hitta ykkur og Fortnite samfélag á Íslandi er í miklum vexti, það heldur áfram að vaxa og Fortnite á Íslandi er bara rétt að byrja, sko. Það er svoleiðis. Ég er bara ánægð með þessu orð, flottur og takk fyrir þessu sömuleiðis. Já. Já. Þannig að, já, kannski svona, setups. Þegar stigatöflun hendist þér í gang, þá lauma ég mér í burtu. Já, við kveðum Stefán, blessaður. Þú fær kannski kottu með nafnspjaldið. Ég laumaði inn og eftir. En við ætlum að fara að sjá setups. Við vorum búin að lofa því að sína okkar setups. En við ætlum að erum við að byrja á okkar eða, jú, við erum að byrja á okkar. Þetta er væntanlega Mr. Gvarboy. Já, sko. Það er Ingvar fyrir það sem veit ekki. Ingvar, sko, músamottan, ég þarf að setja smá spurningamerki á hana. Er hún ekki svolítið lítil? Þetta er úrliðaspilari, sko. Já, hann er með sensitivity mjög hátt, greinilega. Já. En, sko, það sem hann hefur yfir aðra er að hann er með kött í glugganum. Já. Og þetta er ekki bouncy
síns mér. Nei, þetta er bara púði. Já, 2 skjáir, þægilegt og hann er með PlayStation fjastringuna tilbúin ef hann ætlar í Rocket League eða eitthvað þannig. Hann er náttúrulega joystick kid sko í grunninn og Heldur hann er nýlega innleiddur inn í æðri kynnslóðina. Já, meinar, er hann í Fortnite bara með Já, Controller? nei, hann var það var alveg, þú veist, þegar hann kom mér í PC, hann var alveg að spila leiki eins og Overwatch með joystick, sko. Þetta er og clean. alveg, smá insane, sko. Já, og ég verð eiginlega að hrósa líka bláa, opninum. Hann er góður. Hann er geggjær. Það er ekki margir með bláan Hann er sko. svolítið, þú veist, ég meina, hann er svolítið original, skilja, andi í þessu, sko. Já, spurning, já, þú veist, er búið að mála hann bláan eða kom hann Það blár? er búin að mála hann svona 70 sinum. Já, meinar, það sést svona smá hvítan undir. Hann er búin að þurfa Þetta er kynnslóð upp, sko. spurning, já, einhver reiðiskost hann hefur fundið fyrir þeim. Ég myndi halda það, sko. Og þá kíkjum við beint yfir næsta, við erum bara að sjá minna allt. Herðu, hvaða? Þessi er inn á koddaður.is, ég. Þetta er eitthvað svona... Jú. Og sexy stemmingi hérna í gangi. Já, hann er með bites þarna á lyklaborðinu sig. Allt rautt eitthvað. Ljós úr Bauhaus. Nú, ok. Já. Ljós úr Bauhaus. Ja, ljós. Og er hann með Blue Yeti hann að hægra megin. Þráðlösa mús. Þetta SteelSeries eða? Og mér sýnist það að vera með upphækkandi borð. Nei, vá. Já. Hver ætli þetta sé? Það er spurning. Voðalega clean svona. Já, þetta er sett upp með mitt. Já. Þú ert þannig með kompuna með drastlinn. Já. Já, Það passar. þetta er náttúrulega sett upp mitt kakrar og ég elska En koddaður.is. ég viðkenni samt að þetta er ekkert alltaf svona, sko. Ég enda tek ég ekkert alltaf til, sko. Nei. En þetta er clean. Þú veist, tókstu margar myndir? Það virðist eins og hafi verið mjög lengi að taka þessar myndir. Nei, ég smelti þessu bara, þetta er alltaf flott eitthvað. Ok. Getum alveg Þetta einhver er þægilegt. Já. Koddaður.is lúkka mjög vel hérna í Það 140. er svona tjald fyrir aftan skjáin og eitthvað. Já. Hvers eru tjald? Ég veit ekki hvað er þetta hérna. Þetta er bara glói. Þetta er rauður bara glói. veggur eða? En hérna sjáum við aðalmannin sem var að yfirgefa, Stefán Alla. Hann spila Fortnite í þessu með hérna músina á fartölunni. Hann er einn af þeir sem gerir það. Þess vegna kannski færa hann þessi Victor Reals. Það er lykillinn. Er setup hans ekki með mús? Nei. skilurðu? Hann er hræddur mís. Nei, þú veist, Hann lenti í- er hægt að vinna Já. með án þess að vera með lykla bara mús? Og eins og þið sjáu þá gleymir stundum Stefán stafróðinu. Þannig að hann er með mynda því þarna fyrir aftan til að minna sig á hvaða stafir er í hvaða röð. Svo er áhugavert að hann hefur greinilega ekki fíla hvað skjárin fyrir aftan var lár, þannig að hann treður hann á bók undir til að hækka hann. Já, veistu, út af hann er með fartölu fyrir fram sem secondary skjá, Já, sem já. main skjá líklegast. Já. Þannig að hann þurfti að hækka þetta. Hann er auðvitað með podcastið hjá sjálfum sér í gangi. Og já, þetta er bara erðu. Þarna erum við að tala um einhver tónlistamann. Cat 6, mætti kassan. Situr En hann það er samt ekkert köttur í alveg, sko. Það er snúrur þegar það sem vita ekki, netsnúrur. með þarna snúra. 2 gítara og svona fjólurblá þema í tölvunni. Ég get tróðið mér hérna, maður. Já. Spurning, stendur hann við borðið? Það er ekki vitað. En overall mjög clean. Hann er líka með webcam. Það er spurning hvað hann er að gera með hann. Það gæti verið alls hvernig er í gangi þar, sko. Ég meina, já, það er alls konar svona hægt að gera með svo leiðis. Já. Það er bara... eins og- Þægileg, sko. Hann er með risa kló til að halda mæknum. Ertu að meina arminn? Arminn, já. Já. Og hann er með hann að Stream Jack. Hann er með mixer. Þetta er, Enda sko, producer hann ágætlega mikið af tónlist. já, þessi einstaklingur á eftir að gera stóra hluti, sko. Ég fíla bleika gítarinn, eða rafmagnsgítarinn. Hann er ekki ekkert. Overall mjög clean og hann er með þráðlösa mús. Og peningin! Ég mista honum. Hérna er Grifjan. Þarna er grifjan. Hann er Grifjan, sko. Þú veist, þú vilt helst ekki opna og Nei, sko, finna þennan. Það var hérna, þegar það byggði mig að taka mynd og ég er á rössinu og ég fæk eins og að taka til. Það var bara, Já. það fáið þið bara að sjá Grifjuna. Treður í löppunum svona ón í plasni hérna pókana þannig til að, eða hvað. Ég veist ekkert hvað er í þessu bóka, þetta er nýtt hana, sko. Og þú ert alltaf tilbúin með ferðartöskun eða það er erfiðu dagur. Ég er náttúrulega nýkominu ferðalagi, sko. Já, þú ert alltaf að ferðast. Ég segi það nú, ég komst nú ekki langt í ferðalaginu mínu. Nei. Ég satt út í vél í 3-4 tíma Nú, áður en ég þurfti bara að fara heim. what?
Það var bara aflýst á öllum flugum minn á þriðjudaginn, sko. Þráðlaus mús samt, það er inn í dag. Já, það er eiginlega bara going back eftir þú búin að pröfa, sko. Já, það er eiginlega rétt. Ég var að prófa hérna með snúru daginn og það var óþægilegt. Já, með fullt á kössum og svona, þetta er... Nei, þetta er Halloween-skraut sem bara taka upp, sko. En það sjáum við. Þetta er svona eiginlega svona smá svindla sína mín og fara sinni yfir þetta, sko. Já. Þetta er mjög clean background sem hann er með. Spurning hvort að það tekur eitthvað ekstra vinnsluminni. Músin, hann er með snúruna. Spurning hvort að hann sé að hlaðana eða er þetta bara mús með snúru? Þetta er mús með snúru. Ok, það sem ég fíla reyndar það er hérna andarþemað. Hann er með dökk sem escape takka og önd ón á hann mæknum, hérna hátalarunum til hægri. Já. Og er svona aðeins að tísa okkur hvað hann ætlar að fá sér í kvöldmat þarna eða þið horfið þarna í gegnum hurðina. Það er í gegnum hurðina. Hann er með eitthvað í gangi þar, sko. Við þurftum eiginlega að uppa highlightið og sjá hvað hann er að fara að fá sér. Erfið að greina þetta. Já, við þurfum einhvern AI generator til að hækka lýsinguna. Hvert fór AI gæinn? Já, eitthvað annað sem við sérð, hann er með einhvern spes arm þarna, með arm sem stendur á 2 löppum. Ég meina, það er ekkert voða mikið til að greina hérna, við gátum alveg fara að greint ákveðið hluti hjá mér. Mín er raunum mikil, ég vil meina ég sé með skemmtilegustu myndina. Já, hann er með iPhone hleðsleiki hann til vinstri líka, sé ég. En ég held að þetta hafi verið seinasta setupi hjá okkur í stúdíónu. Fólki í chatti má bara, við hefum eftir að sjá Arons. Já, ég heldur fáum það ekkert, hann er með svona svipa sýttöku sem ég nema hann er ekki með kahúnas til að sína það, sko. Nei, það er rétt. En já, við lofum að við ætlum að sína og við erum búin að sína. En eftir næsta leik þá ætlum við að sína frá Discordinu. Já. Það eru nokkur sem er búin að senda... Hjá leikmönnum og þá munum við sjá, en við ætlum að fara að hoppa bara í leik. Já, er það til? Ég held að það sé bara að fara að vera til, sko. Ok. Það væri geggjað að sjá stíðatöfluna ef það er hægt er. Það væri alveg geggjað, það er allt hægt. Þarna, hún er að koma. Herði, já, eins og mig grunaði, Mögsi er komin í 7. sæti. Þetta hreyðist rosa mikið. En sérðu samt hérna stigin? Já, þetta er rauninni bara 1 leikur hana á milli allra þessa liða, sko. 7. sæti er með 290 stig, annað sæti er með 322. Það eru 32 stig hann á milli. Það eru 99 lim. Og 5. og 7. sæti er jaft með 290, 4. sæti er með 297, 3. sæti 304. Þetta er rauninni bara einhver 4-5 lið að berjast peningin, sko. Þetta er bara mjög auðvelt að komast í annað sæti í alvöru pening. Já. Spenntur að sjá 2 leikir eftir í kvöld af þessu síðasta síðasta tríó kvöldi, Elko-deildirnar. Já. En ég vil segja, við getum alveg ríkt aðeins betur í það, þú veist, nú erum við að tala um hvað, þú fær 25 stig fyrir að vinna, segjum bara svo að það sé svolítið örugt að viss og þeir taki sigurinn. Já. Hvað væri mörg stig fyrir annars sæti, 20 eða? Já, 20. Já, ok, þú heldur það? Það er 23 örugla? 23. Þú veist það líklega, þannig að við séum, ok, nei, fyrst og annars sæti, það er 10 stig, cirka milli 11, þannig að segjum að séu svipað, eða 5 stig, 6 stig. Ok. 5 stig, ég veit ekki. Langar að segja. En þetta er alveg mjög doable að fara frá 7. sæti upp í annars sæti, bara á 1 leik. Já, þetta er eins og við segjum, 7. sæti á sig, á tjensfaði að koma sér í peninga. En við sjáum hérna Snæ og Mr. Steffanötur eða M1, þeir eru með hérna næst flestu fellunar í öllum. Er ekki hægt að negla sér upp á skjáin, eða? Það er allt hægt. Það var náttúrulega þægilegra í stæðan fyrir að lesa 40 tölur. Já, það ætlaði ekki. 40 tölur, komur þér? Nei, bara, þú veist, að segja, já, annarsæti með þetta, 3. sæti þetta. Það bara sjá þeirra. Já. Nei, ég skil ekki. Ég var að spyrja hvort það sé hægt að fá þetta á skjáin, en það virðist ekki vera hægt. Þá, eins og sögum, þá þurfum við bara að telja þetta. Já, ég held að Mögsi og þeir eru samt að fara að gera það og bara stigatöflun upp á skjáin. En já, ég held að Mögsi og þeir sé ekki hættir, sko. Nei, ég hef engar ágjur að þeir muni reyna eins og þeir geta, sko. Já, þú veist, þetta er ekki fyrsta skipti sem þeir hafa lent í einhverju basli, sko. Nei, ég veist það ekki, sko.
En þetta er svolítið svona, ég myndi alveg að setja peningin á viss að þeir taka heilu þrennun á kvöldunum eða fjarkan. Já, eins og þú veist að tala um aðan, hvort það væri konum með þryggjastæða tölu í kills. Það er bara einu frá. Þeir eru einum frá, þeir með 99 fellur og annarsætið er með 15. Þetta er svona, þetta er eiginlega smá galinn munur rauninni í bara skildiff right now hérna, það er bara hannig. Já, en það sem þeir eru líka að gera vel er að þeir eru alltaf á toppnum í endanum að leiknum og ná í allar felluna þar. Sópa þar. Það geta alveg fleiri gert það líka svo sem. Já, það er spurning svona hvernig restin ætlar að spila, en þarna er annar leikurinn hafinn, erum að fara í loftið og skrítið að núna er náttúrulega loading screen ekki í samanburði við Simpsons mappið. Nei, þetta svona er kannski smá out of character að mæta á þetta þessu sko. Þetta er svona að mæta með iPhone 11. Við viljum bara heyra sjá The Simpsons. Það er enda ekki, en þarna fáum við að sjá Þorra vera, þeir eru búin að velja sér stað. Hvernig, ég smil að vita hvort leikur tók vel í autotune vittlusun okkur í byrjun. Ég held að enginn hafi fattað það. Ekki? Við settum autotune á Stefán alltaf. Hefði skorralið tilbaka og horfið á byrjunina. Ég allan á tíma þegar var ég alveg að missa viti. Það hvað er að gerast? Býtu, Steffin er fjall í loftinu? Það ætlaði að vera maffaðir í loftinu bara, er allir að DC-a? Hvað er að gerast? Nei, vond byrju hérna hjá sumum, en það eru bara fleiri og fleiri að drikkjast út hérna, 26 lifandi. What goes on here? Nei, við sýndist Jónas the Goat ekki hafa komist inn. Það var bara X í nafnum hans. Hjálmur er fallinn líka. En já, það er spurning hvernig það er alltaf að gera þetta. Hjálmur og félagar eru nú ofalega í deildinni. Já, þeir eru ennþá með annarsætið. Já. Og bara einmitt anski, þeir eru með þar á 20 stíða fórskuturinn á næsta seti fyrir neðan sig, þannig að það er auðvelt fyrir að halda þessi fórskuturinn með því að bara koma sér í topp 3. Spila þetta bara öryggir og náist stíðin þar? Ég myndi að halda að þú bara kemur bara þægilegur inn, þú veist, ekkert vera að leita á mikið af fellum. Já. Þau eru bara auðvitað að taka sér saman því. Ekki fara fyrir framann viss og félaga. Nei, hérna, jú, þeir eru að berjast í heimahúsinu. Jú, ég er komin. Ég myndi örugglega bara að lenda fyrir loftina. Mugsís tekur ekki mikið skaðan og næður skila miklu tilbaka. Þeir ganga, þetta er náttúrulega eitthvað mikið húfunni á þeim. Þeir eru með toppinn, hér er framast í annarsæti og hér er Marco Mangos Bong að detta niður. Og lítur allt út fyrir að Mugsís og félagar eru líklegir að taka hennar bardaga, en hérna dettur ykkur annar niður. Bíddu. Og jú, þetta er ansið líklegt inn á Mugsís og félagum, þeir taka það út og klára það bara. Þeir ætla greinilega að ná aftur tilbaka í 3. sætinu. Gunna og félagar eru hér búin að ná sér 2-3 fellur, koma sér vel inn til að koma sér betur aftur í stöðutöfluna og já, Hjálmur er búin að fella sig niður. Já. Já, það er ekkert annað. Það er smá mission að koma bara að ná í hann, væntanlega. Hendur upp. Já, ætli sé ekki bara því. Mér sýnist að vera leiðinni núna í bílinn. Það er að segja að það kostar að kaupa þessi spil. Er svona auðvitað að safna þessi pening til að gera þetta? Hann er með 474, það er spurning hvernig hann fekk það. Hann er bóðið með eitthvað svona bitcoin-skjæðan eða eitthvað. Já. Hann er með meme coin. The stash coin. Já, það er eitthvað mikrofónir hérna sem er að negla í henduna. Ég getur með 2 mikrofónir. Aron er að koma hérna að ná sprítusteinin. Þetta er alltaf að gerast hérna. Ég veit ekki hvort það heyrist auðvitað, menn það er algjör stemming hérna. Bóng. Spurning með að mjúta bara. Það væri alveg gott. Hvernig gerir það? Hérna. Bing. Jensína er fallinn. Og margir búin að missa einn félag í liðinu sínu. Já, þetta var mjög spes byrjun. Ég skil ekki hvað gerðist.
Lexi fylgir hann að testa skjóti í sinni ein vegg. Með uppáhaldsbyssun hans Stefáns í Wolverine. Það Hjálmur komin Hann aftur. mættur aftur, hafa hent honum inn og við erum komin nýtt res og það eru aftur þá 24 lifandi, 9 lið. Sjökan fljótur bara slæsa í gegnum mappið. Hvað hugmynd þetta? Er þetta fiskurinn eða? Já. Eða var þetta juiceinn þarna? Ég sá það ekki. Ég ætla ekki, þetta er eitthvað skeiðið bara mega fest sko. Mega. Hérna er annað sætið sem að lenti öðru sæti í síðasta leik. Viss og félagar þeir halda bara áfram að keyra. BNB fylgir, veit ekki alveg hvað hann á að gera. Það er að vera mennin fyrir óðið sig eins og Viss og þeir eru að gera þetta núna. Núna menn sem kemur sumulegis hérna og hvað er þá Mr. Chris Viss, hann kemur aðeins eftir á. Meitir ekki neitt skjöld. Hann er rosa lengi að bregðast við, Viss slæta bara í gegnum runnan. Og þeir halda áfram. Já, þú veist, þeir bara hlaupa bara inn í þetta, ekkert mál. Taka niður. Hvar eru liðsfélagarnir Já, það er líka bara ekkert viðnám í þessum hérna púsum hérna. Nei. En þeir beiluðu bara mjög snemma úr þessum bardaga sem er rauninni, eins og ég tala það er mögulega bara the winning tactic er að forðast á það eins og þú getur og kom þér í leit 3. Já. Þeir ætla bara að ná hann upp. Bara missa hann og ná hann síðan bara upp. Lítur allan allt út fyrir það að þeir eru bara of sterkir til að díla við. Nei, Þorri knocked it down. Nei, Ari, nei. Þorri er feldur. Herðu, þetta er alveg megla, en líka purple gun, sko. 89 skaðið þarna. En nú ertu að gera hljóð og þú varst að hlaupa frá frekar ógnvekjandilega liði. Já. Og ansi líklegt að þeir geti... Alltaf 5 möxi bara honi í vatnið. Hann er rosa hraður í því, samt. Hann glitsar í gegnum. Já, þetta er hérna... Þetta er fiskurinn. Í sundi. Nei. Þetta er það sem þú vorst að tala um. Hann gaf frá sér hljóð og nú er hann bara í ruglingu. Já. Þetta var svolítið skrifað í kortinu þess fannst mér að þú getur ekki hlaupið frá þessu liði og fara að skjóta einhverju gæja í færi sem þú ert ekkert að fara að klára hann. Nei. Hann er feldur strax og... Þannig að þú veist, af hverju varst að skilja vinið þinn eftir? Hann er að reyna að fela sig hérna meit. Já. Kannski hefði átt að velja eitthvað annað en... Þetta er bara koma út í þennan leik að menn eru bara hræddir. Akkur hann átt að velja eitthvað annað en við. Hann var með hérna stál. Viss hérna með gull revolver. Já, þeir eru bara að leita sko. Burger. Þetta kom frá productionu. Var það að fara production? Svona það. Ég er ekkert rosa svangur sko. Jú, ég er svangur. Steini er að kveikja hérna á podcast. Hvað gerir þetta? Þið viljið fá mat, já takk. Hvað gerir þetta? Nei, það virkaði ekki. Hann gerir eitthvað vittlust. Og er eitthvað combination sem það þarf að gera? Já, þú veist, þetta er vinnan hjá Homer, sko. Hann er ekkert að fokkast. Segðu það? Já. Þetta er eitthvað gulur, rauður, grænt og blá. Ok, það er clues. Eitthvað svo leiðis. Já. Það eru vissir spottar hérna af Steina 23. En... Viss. Hann er bara einn. Já, hann... Já, hvað? Þetta áfram í þessum bardaða, sko. Hann er með félagi með sér inn í compoundinu en það er hérna þriðji maður og ekki vita af. Hérna færa smá skaða og þið getur tekið sér svolítið. Þetta eru 3 lið samt eins og nei. Hérna er, jú, þetta eru 3 lið. Og Chris er komin hérna í flankið. Hann heldur bara áfram. Pandan er hann inn í lurkinu líka og Testiem og fleiri líka en sjá þess að skaða. Hann er ekki með reistinn og Nuno Mendes er í fullum eltingaleg líka inn í þessu. Þetta er þá 2 á móti 3 sem þeir eru með hérna fyrir fram sig, 2 að reyna að flýja. Hvar er þriði leikmaður hjá félum í pöndum? Testing og Steini hefur farið bara hérna áttina mögulega. Já, hann er komin út í són. Það er... Góður bara.
eins og ég segi, það er svolítið hérna, þetta er líklegast leikur til að vinna er að, ég meina, þú þarft kannski bara að fara að berjast á móti þeim almennilega. Já, en líka. En hérna er þriðja liðið sem er að fara að mæta í TikTok, Maxís, Gunni og þeim. Og nú er þetta komið í algjöra vitleysu hérna, þetta er akkurat það sem Viss og félagar vilja sjá. Þið vilja sjá leikmenn núna í bullandi basli, reyna að komast í burtu, þeir geta tekið, flestu kill sem geta tekið. Þeir ætla sér í 3 staða töluna eftir kvöldið finnst þeim. En það er því miður ekki alveg nógu margir kannski spilarar til að geta gert það í kvöld. Þetta er rosa skaði hérna sem Chris nær. Testi nær einhvern veginn að sleppa. Þorri er felldur líka. Já, aftur. Testi. Þorri hefur verið tekinn upp. Þetta aftur niður. En þeir taka þetta svolítið hérna víst og bara láta sig hverfa úr þessum bardaga. Viss og félagar og leyfa bara sóluna að kýtla eins og þeir kannski þá bara taka afgangarna sem mæta út úr hringinum. Hvernig ætlar Bjarki Panda að spila þetta? Hann er inn í storminum ennþá. Steini félaginn hans er líka inn í storminum. Já, hann dippaði nokkuð löng út í svona sko. Hann er með tjökk hana. Það er svona good find. Það er þægilegt. Hann gefur hún 100 auka sekundur. 1,5 mínúta. Það er ekkert eftir í því. 20 HP. Það er samt 20 sekundur. Tekur það. Hann virðist alltaf bara að hlaupa hann lengst hringinn. Hjálmur er komin aftur upp og við erum þá með fullt skipað lið hérna hjá þeim. Það er góður sér sem þeir komast aftur inn. Snæ og Gabi 1 eru í siktinu hjá Hjálm en hann tekur ekki skoti. Þetta er svona bolt-action riffillega ekki þessi hérna. Jú, þetta er svona mitt á milli einhvern veginn. Þetta er svona revolver type. Já, þetta er basically það. Þetta eru svona pissur sem ég get spilað með í þessum leik. Já, ég myndi nota þessa. Ég væri hættuleg með þessa. Ansi mikil mánudagstreita í gangi hérna og það er rólegt líka hérna yfir öllum inn í leiknum og lítið að gerast. Fleiri fallnir samt í heldur en í síðastu leik. Það er mikið sem gerist í byrjunum síðan hefur þetta róað svolítið. 9 lið eftir, ekkert búið að gera síðan að Mango Funks félagar duttu út. Steffinator og Gabi og þeir eru með flestu fellunar fyrir utan lið 1 sem er með 100 fellur plus. Já. Þá eru þeir með 22 fellur eða svo. Það er nú ekki mikið skilur af næstu lið hliðina en já, kannski er þetta eitthvað sem þeir geta tekið yfir í hinliðin í kvöld er að vera með fleiri fellur og sína að þeir geti gert það betur. Panda er svona einn að báti að reyna að ná kannski restinu en hann gera ekki hér utanfyrir svona, hann er búinn að vera svolítið lengi. Við liðum svolítið eins og munin á því. Þetta er svolítið, já, með hvað er rólegt og kannski smá mikið eftir af mappinu eða ekki. Það eru hvað 5 ringur að loka svona. Ætti að vera nóg plás. Það eru Lexi, Fylkir og Mate að fá smá ambush á sig. Nötti, Krakkar og félagar taka Fylkir niður. Lexi, dottin út, klárar. Og þá eru Nötti, Krakkar farin að taka skaða inn á Viss og félagum. Þeir eru mættir til að taka third teamið. Og það er þá þessi barða sem tekur við fyrir þá. Þeir hinir eru búin að láta sig hverfa. Og nú er Nötti, Krakkar bara getting the crack out of here, sko. Já, hann er bara að fela sig. Hann er ekki eins og að líta aftur. Nei, hann sé bara núna killfeedi væntanlega. Og þannig er félagans bara búinn að fella niður og annar kláraður. Viðlega kannski bara sniðugt. Fólk virðist bara að vera hrætt við Chris og félaga. Þú veist, við hefum ekki séð neitt annan standa og berjast við það. Ógna þeim. Við hefum bara ógnað þeim neitt. Þeir bara standaði að fela sig, sko, og reyna að byggja sig inn. Já, þetta er pínu skrítið. Ef ég var að spila þarna, þá væri þeir í hættu. Já, þú veist, þetta er bara það sem við þurfum að gera kannski á mótinu hérna á laugardaginn, sko. Við að spila? Já, við skulum bara lýsa meðan við erum að spila. Við lýsum okkar leik meðan við erum að spila. Já, það er hægt.
2-5 á laugardaginn, ekki láta þið vanta Duos mót lítið til að fagna lokum á þessu sísonu hjá okkur í ár og tekur sér aftur við eftir áramót væntanlega. Kemur bjótur ljós og hvað stjarnir í því. En já, núna Mentisson félagar núna komin með 5 fellur í þessari umferð. Í þessum leik í þessari umferð segi ég. Bara voða kósi finnst mér að hvað þeir geta hlupið bara út allt og gert það sem við vilja. Það aldrei að fela sig fyrir þá. Já, bara svolítið svona sko. Sér, þeir ekki eins og horfa á það, eða skjóta. Þú kannski þarft ekki að sjá hverju þetta þú veist bara ef gæðinir eru út hlaupandi að skjóta þá er það líklegast þeir. Ég veit ekki með þig en ég fæ svona í að reyna að taka svona gæja út og vera betra en þeir í það sem þeir vilja gera. Já, ég ætti allan daginn róð í þá, sko. Þetta er ekki endilega það, þetta er meira bara ég vil alltaf sanna fyrir sjálfum ég geti tekið þessa bardaga líka, sko. Já, já. Þannig er Alex bara að fá góða neglu fyrir núna Mendes á sig og hann bara sópar þetta kill upp þarna. Það þurfti ekki mikið fyrir Þorri í loftinu. Vá. 1 HP gapir rétt svo nær honum ekki. Tæpur. Vel gerst að skjóta kröstubissinu og lyfta honum upp hana. Næstum bara að ná honum. Mendes heldur bara á honum að streyja. Óþólandi byssur og glefa skotin og lyftist bara upp. Já. Hvað er counter? Bara byggja frá þessu eða? Þeir eru að taka hann úr sikkur hlið. Og hann lyftist hann upp líka Gumsi. Hann er fastu þá núna og núna er Hún gerir engan skaða samt. gerir lítinn skaða sko. Engan. Þetta er bara böggari. Þetta er bara böggari. Hún gerir engan skaða hann á hann. Og Þorri hérna félagar sig bak við tríð. Ekki verið, hann meiðir alveg helling og þar dettur Þorri niður og Gabi nær þá einu fellu með þessari trúða byssu. Hann er leður og það er fyrsta kúlan sem er svona böggari. Síðan er þetta í skotanum, þannig að þú viltur henni hitta böggaran og byrja að negla sig. Já. Böggari, geggja. Ég væri örugglega mikið að vinna með þessa byssu. Já. Þetta er svona það sem ég myndi finna skemmtilegt, sko. Þegar hringurinn er lítill, það er 8 hringur. En það er alveg rétt, Krusty útgáfan er að meiða heldur mikið í haus. Já. Þannig eftir Arolína er feldur. Þetta er liðið sem er að safna svolítið killum. Þeir eru með 2 núna en kannski ekkert eitthvað brjálað magn en það er samt meira í average sem þeir að taka heldur en flestir í hana. Gumsi er að hlaupa í burtu og Bjarki Panda félagar, hvað eru þeir? Þetta er vantilega eini leikmann sem er eftir þar. Vissir komið þannig inn í þetta líka, hann ætlar að taka þátt í þessu. Vissir komið með hægrandið og Snæði þarf það að fara að bakka Vissir sem er bara, jú, hann gera það. Sá að Mögsi á feldur. Þannig að þeir eru ennþá í 7. seti lítur út. Hjálmur og félagar eru bara að forðast bardaga þegar þeir eru komið sér á næsta stað. Þetta er svolítið svona, einmitt, svona hefði getað gískað að vera svona uppskiptir að koma sér á annað sæti. Vá. Ísarinn og næra komið sér inn en spurning hvort það sé falli núna með 16 í líf. Hefur samt fullt af lífi til að koma sér aftur upp í 150. Þetta er bara ef þú kemst. Hann með nóg til að byggja, hann með 5 eftir. Gumsi er að flipa. Hann þarf bara að komast örlítið nær en það dugar ekki og þeir enda hann í 5. sæti. Viss tekur hann. Þetta tekur Vissan. Það eru komið 11 kills. Það eru 2 kills á Hjálmur og félugum með Valur Stærsri heldur með 2. Og það er svo sem alveg bara hann nóg eða þú hendur í nógu gott sæti sko. Vá, sástu Hjálm? Jep. Náði þarna að teleporta þessi smá áfram. Moment god, þessi Hjálmur er hann stundum finnst mér sérstaklega þarna í byrjun á drappalunni já, feysun okkar. Nú er hann hérna myndi alls konar leikmanna sem er að reyna að ná hann niður. Vissi þar með eldan og Hjálmur er búinn að missa einn félag í Valastad. Hjálmur er komið hann niður enga skjöld eftir og er á fullu að reyna að bjarga sem fyrir horn með að byggja en það er verið að pressa. Já, átti hann bara 60 eftir þannig að hann getur ekki verið að byggja núna lengur. Einmitt, lofbyggi er hann. Það er kastað núna upp. Þetta gerir ekkert fóldæfis að því. Nei, greinlega ekki. Gatti að taka góða högg frá núna Mendes og það eru 2 lið eftir. Þetta eru 5 leikmenn, 3 í Kristó og Vissu og núna Mendes á móti þessum 2 hérna í Gabba og Snæja sem eru í, já, liðið sem er búin með flestu killin. Gabbin er að fara hann upp. Kannski svona inn contentinir í að gera skada á aðra leikmenn.
Nú kannski spurning hvort hann að skipta einhver aðra eftir eins og trúðabissu. Það er ekki mikið annað í boði fyrir hann sér þessi shotgun. Það hittir hann það viss, skýtur hann upp. Og það er bara þægileg lifting fyrir viss sko sem hann veit bara komast upp á þetta high ground. Ekkert af því fannst honum. Þeir verða að fara að keyra og gera ykkur ára sko. Já, þú verður líka að follow upp þessara blöðrur hjá þér. Vel gert að Snæ að taka hann smá kantinn. Gabbi hins vegar voðalár. Og Snæ hérna gerir smá press á núna menn sem bara lokar át og aðrir koma þurrkut upp, viss. Klárar að báða. Þeir enda með 16 fellur. 8 leikir, 8 sigrar og þarna er þetta að koma í höfn hjá þeim. Löngu komið í höfnirauninni, þau sigla í annan sigur. Þetta er rosalega hjá þeim. Þeir ætla að klára þetta bara með flawless victory. Já, bara 100% og það er bara, núna er þetta orðið bara svona, það verður bara glatað að gera það ekki. Já, það er samt eitthvað fyndið ef eitthvað annað lið tekur síðasta leikinn Já, sko. myndi vera svo stórt líka í að ná öðru sætinu að gera það. Já, enda á sigrinum. 100% sko, það tekur bara upp á topp. Já, við ætlum að krifja þetta bara eftir hvað? 1-2 mínútur? 17 mínútur. Nei, sjáumst þetta 2. Ég held að ég geti aðstofa ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Já, verið velkomin aftur á skjáinn. Annar leikur af 3 var að klárast rétt í þessu. Þetta er alltaf sama sagan, vissu þeir, búin að taka 8 leiki í röð. Já. Þeir eru búin að taka kannski fleiri eða þú tekur hinmótinu með. Já, það var gaman að sjá hvað þeir eru búin að taka í heildina mikið, en það er auðvitað að sjá það strax. Nú er bara 1 leikur eftir og annað sætið með 372 stig, þriðja sætið 360, fjórða sætið 330,
Þetta er ennþá möguleiki hérna. Já, Hjálmur, Snæju og þeir eru kannski búin að svona sigla aðeins meira frá hinum. Já, spurning hvort að Möxi og þeir þurfa 30 stig Já, það er, minna, og hinn er ekkert þá. þú þarft eiginlega bara svolítið sigurinn, sko. Já, þeir þurfa að gera það núna í seinasta leik og hvernig væri líka að prófa bara að hætta að flýja? Ég er nokkla rosa til í það bara til að sjá meira aksjón svona Nei, þeir voru bara, jaft og þétt yfir leikinn og alvöru bara já, þú nærði ekkert að gera neitt skaða á vissu þá eða bara hlaupi burtu, sko. Já, þeir verða bara alltaf þessu einu Bara keyra. Þeir munu bara alltaf vinna að enginn þóra að berast við þá. Já, það er svolítið þannig. Bara keyra á þá. Come on. Ég veit að það er alveg skerið þegar maður fær eitt högg í sig og missir alla skjöldiðin, sko. En það þýðir, þú ert ennþá á lífi, sko. Já. Ég spila nákvæmlega eins þótt ég sé með 1 í líf og 200 Já, það er alltaf sami von, sko. Já. En eins og við sáum áðan þá vorum við að skoða setupin hjá okkur hérna sem eru í stúdíónu og þau litu rosalega vel út. Það er bara best, sko. Og nú erum við að fara að kíkja á setupin sem var sendt á Discord Já, leikmönnunum. og hérna sjáum við það. Henni Sigurður Hilmir rosa skemmtilegt svona gul mynd og tölvan hans líka gul. RGB motta, RGB lyklaborð, annað RGB lyklaborð. Já, myndin er ekki á hlið, hann spila svona. Hann er sem búin að festa þetta á vegginn. En spurning, af hverju er hann með 2 lyklaborð? Er hann með 1 til þess að skrifa og 1 til að geima eða eitthvað svoleiðis? Ætla eitt sig ekki, já, gaming og annað svona þegar hann þarf að fara inn í sheets. Já, þegar hann er locked inn í skólanum. Já, það getur verið. Já, ég skil það samt 100%. Ég með eitt gaming og síðan þegar ég þarf að fara að gera eitthvað almennilegt í vinnulega séð eða eitthvað agalegt að vera ekki með numpad-ið og allt annað, sko. Nú, ok, ég nota saman lyklaborð, en hérna, hann er líka með PlayStation festningu hérna til vinstri, sé. Og hann er með skjáin svona uppstiltan. Hann er með upplýsingaskjá og leikjaskjá, sko. Ætti ég kannski að fara að vinna með þetta? Af því ég var með báða skjáina svona landscape, eða portrait. Það er, sko, ég er að hugsa að kaupa mér svipaskjái með núna og þá flippa öðrum fyrir ofanan á hvolfi, sem sagt. Já. Þá ertu með minni svona, þá er báðir með toppinu svona, minni svona rönd og getur flippa honum inn í mitt, þá ertu með, þú veist, 2 fyrir ofan og fyrir neðan. Síðan er spurning hvort maður hafi svona annað skjá á hliðinni sem upplýsingaskjá, sko. Já, eins og hann er að vinna með, svona til vinstri. Já, þetta er, ég fíl það. Ok, hérna erum við með skemmtilegt setup. Skjáðin bara beinir. Já, þeir eru samt rosa körfi í eitthvað, þeir eru voða hérna. Já, eða myndin er eitthvað fyndin. Þú veist, það verður að ruggla í hausnum mínu, sko. Það er eins og það sé svona svegnir fram og aftur. Já, hann er ekki með þráðlausa mús. Jú, hann er með þráðlausa mús. Ég fíla lýsinguna. Er það önd hana líka? Er þetta eitthvað fengið? Það er greinlega eitthvað að vera að kaupa hérna á Tímó, þessar endur eða eitthvað, hvað sem er. Sko, ég er með fullt af öndum frá Weber St. Gobain sem er múrefna fyrirtæki. Þeir eru með fullt af öndum, sko. Já. Það er örugglega hægt að fá önd á kottaverið sitt fram. Já, það myndi náttúrulega fullkomna þessi setups og fá sér kotta með önd inn á kottaverið.is. Getur líka verið með, þú veist, svona ring og segið býttu hér. Já, ándjók. En auðvitað hann með hérna, Fortnite OP og Discord. Þetta er svolítið svona þema hjá flestum. Leikinn og svo Discord á hinum skanum. Þetta er mjög clean setup. Hérna er annað setup. Þú færð það ekki meira clean. Hann er að vinna með sömu mús og ég. Skjárinn er svona uppi. Ég ætla að prófa að sjá hvernig það make a sense hjá mér. Því ég er með kló og það er ekkert mál fyrir mig að hafa skjáinn svona uppréttan, sko. Arm. Já. Og ég geti verið að vinna með svipa setup á þetta. Er þetta í alveg kallað kló? Erum við ekki að tala bara að þetta er armur fyrir skjána eða ekki? Armur, kló. Kló. Ég veit það ekki. Kló. Finnst það ekki ekki að? Skjáhaldari. Krabbin, skilur við. Já. Spiderman-krabbin. En já, þetta er allt voru clean setup. Þessi er einfaldur og góður. Eiginlega verður skjár hins vegar. Svolítið primo. Vinnur POE, segir hann, sko. Þetta er viss. Þetta er vissin. Og þannig erum við að sjá alvöru gamer 90% nánast. Þú veist, það er nánast 90 gráður í lyklaborðinu, sko. Þessi gæi er að spila. Hann er að sveifla hendina, þessi. Já. Hann er með 1 skjá að því hann vil vera 100% fókus á... Honum vantar bara stærri músamátti, heldur. Leikinn.
músabatan með hvernig hann er að spila og sínst með hann ekki þurfa rosa starri sko. Og Fortnite er líka allt öðruvísi heldur en til dæmis Counter-Strike, þú ert með svo hátt sens og eitthvað, með við Já, alla þess aðra. og ef þú hallar að byggja sko. Já. Og clean setupið hjá honum, svona. Það er bara það sem þarf, skjár, mús og lyklaborð og músamáta. Og hann það greinlega að fara að hlaða síma sinn, hann er bara í 42%. En, já, við ætlum að fá að sjá, er þetta síðasta? Já, þetta var síðasta. Þetta var, já. Ég held að ég sé að fara að prófa að snúa skjánum mínum svona. Já, Ég hef aldrei gert það. Ef sekundur skjárum minn væri remotely að bjóða upp á það myndi ég gera það sko. Já, En, þú ert að hugsa að vera með 3. já, þá væri ég með, já, Hvað getur maður mögulega haft marga? fullt. Alveg 4, 5 eða ekki? 6, 8 sko. Shit. Ég veit það ekki. Það var crazy. Sen hefur ég með sjónvarpið mitt líka tengt við Já, ég var á nefnilega heima á Akureyri, þá var ég sko með 2 skjái og HDMI í sjónvarpið. Ég kem kannski næst með final version af kompunu sko. Það fá að sjá hvernig þetta á að vera. Já, 15. nóvember, það verður ekki rétt í þá. En klukkan 2 á 15. nóvember laugardag næsta, þá er mót. það er næsta. Þar næsta segi ég. Það er þar næsta. Já. Það er svoleiðis. Breyta kalendarum mínu aðeins, píða aðeins. Já, varstu búin að lokka inn næsta? Ég er búin að lokka þeim, sko. Hventa pössun og allt, sko. Já, já. En nei, það er næsta laugardag, 15. nóvember, þá verður Duos og við hvetjum alla til að koma hingað og jafnvel taka leikina bara hérna í Arena, hittast og sprella. Við verðum náttúrulega hérna í setrinu og spurning hvort að við sem bara spila. Ég væri allan að til í að fá að taka hérna í gikkina móti leikmannum hana og bara Jiggle, sko. Við erum ekki bara að hafa gaman í þessu litla móti hérna. Jú, ég held að. Sko. Og ég meina, þú veist, við getum verið bara með bíó í okkur, bara þannig séð, sko. Það er hægt. Erum við mættir? Hérna erum við mættir. Auglýsingin gamla, úrelda. Það er verið að spila hann í 3. skip. Það skipa strax. Nötti krakkar 69, beint yfir á hann. Þetta er gott lag. Já, við verðum að sjá einhver að þora að keyra. Herðu, Möxi, hann er greinilega byrjar að safna stigunum, tekur gabba hérna strax. Christ Gunnar er að vera að skjóta á hann hérna. Fleiri inn í lobby núna hættur á. Já, eitt lið hefur sem greinilega sofið yfir sig og er að mæta núna. Ætla að taka hérna síðasta leikinn, spurning hvaða lið það var. Gunna er búinn að taka rosalega skaða en Möxi og félaga virðast vera safe, það er samt annað lið hérna. Sína liðið datt greinilega út á hann. Já, já. Möxi hérna ræðist í gegnum allar hurðar sem hann kemst í gegnum, stoppar á glugganum. Frítur hann. Breakable glugg, það er svona felllegið. Já, svolítið að tísa hann, þannig að láta eins og hann sé hægt að brjóta gluggan, svo ekki. Ég finn einhvern öðruvísi anda í Möxi og félögum. Þeir eru að sækja í Stefanator og það er líka alveg svona lið sem viltu vera að taka út í 3. sæti. Já. Keyra beintinu, þeir tóku 1 leikmann út og eru bara strax farin í annan. Búin að ná 2 og þau þurfa að finna 3 til að klára þetta alveg. Taka Stefanator hann í útvarpsheiminum. En hvað er 3. leikmaðurinn? Það er spurning, sko. Ég finn hann ekki og ég sé hann ekki á mínimappinu heldur. Þarna er Duffman, var það ekki uppáhaldsmaðurinn þinn? Jú, en það er búin að taka Duffið út, sko, hérna. Nei, hvað stendur? Það er eitthvað PT hérna, hvað stendur? Slurp, sko. Stendur Slurp? Er það Slurpman? Það er Slurpman núna, sko. Ég veist, ég guttir það alveg, sko. Já, það er það ekki. Stæðan fyrir að vera að auðlýsa hérna áfengi. Já, svo sem, sko. Nuno Mendes búinn að skipta skinn, er að brjóta hérna vegginn hjá Mó. Já, Slurp, Mós. Þetta er bara Mós. Hvað er þetta að fá á barnum hana, maður sjá? Þetta er bara gós og eitthvað. Þetta er hana á barinn. Þetta segir að kíkja á barinn. Þú vilt fá alla með þér á barinn. Já. Ég fílar þetta Springfield stafina hana eins og Hollywood. Já. Herru, Snæi hann er bara einn eftir og hann er bara að synda. Hann er farið eitthvað ekstra. Herru, þetta er einmitt seinasti sem við vorum að tala um í Stefanator liðinu. Já. Hann er að ná að halda þeim inn á lofti. Þetta er þessi seinasti, hann er lið sem hverfa, sko. Já, en hver er að toga í hárið á honum núna? Þetta er eitthvað svona extreme hold gel. Já.
Waterproof. Hann notaði með eitthvað lakk í hárið. Já, hárið hans bara svona. Já, þetta eitthvað svona... Ég held þetta væri eitthvað glitch, en svo ekki. Þennan glugga ekkert mál að brúða. Valley Stash. Ætli þetta sé Valley Stash, þú veist, motta. Vera með, þú veist, skeggið. Eða hann búinn að setja stash einhvers staðar, þú veist, eitthvað svona leynilegt. Inn í mottinu sinni. Já, hann með eitthvað þar. Hann alltaf með stash í mottinu. Já, ok. Þetta er svona tví. Ég veit ekki, já. Hvað kallast það? Maður kallar þetta tvílipa. Já, segjum það bara. Segðu það bara. Svo, akkur eru þeir að beygja sig? Þú veist, ég skynja hræðsluna. Já, ég meina, í hvað sæti eru þið? Ég veit það ekki, en Viss er greinilega hérna nálægt. Það er ekki þriðarsæti, Við sáum setupi hjá Viss, hann er bara að vera að keyra. Hann er bara með 1 skjá, þannig að það er ekkert annað í gangi. Það er ekkert annað til að trufla hann í rauninni. Nei. Það er einn fókus og það er skjárinn og hann er búinn að finna næsta mann og það er Crest Gunnar og Nötti Krakkar. Núna Mendes er eins og búinn í flankið og byrjar að skjóta það væntanlega eftir smá og þeir eru að byggja sig ofan fyrir að reyna að taka hæggarandi strax og eru komnir fyrir ofan það og opna fyrir tekur stóra skaðan við og Nötti Krakkar er hins vegar búinn að detta niður og núna Mendes líka. Vá! Þetta getur verið fellurnar sem við vorum að tala um áðan. Nei! Og fylgir Gunnar eða Crest Gunnar hérna detta núna niður og þá er núna Mendes ennþá líklegast að fara að lifa þetta af og hvert fór Mr. Alex? Hann er bara að chilla. Þetta var örugglega hættulegasta sem við séð Nuno Mendes og Chris og Viss lendi í. Er að ekki fengið miklu pressu á þér og hvað ef þeir hefði bara verið allir 3 á móti og tekið alveg móti? Það er svona half-ass. Nei. En hér er Arína og Jensína og Ísarína taka á móti Hjálmum og félögum og þetta er bara keppni hver kemst upp á toppinn fyrst. Arína heldur toppinu eins og getur og þetta bara lítur út fyrir að vera smá beil hérna hjá Aríninu. Einhver rosalega skaðana. Já, þetta er svona þegar maður ákveður að sleppa þessu og þegar burtu þá ert þú hópinn til baki þér. Já. Kannski var það þeir voru alltaf splittuð upp, ákveða að reyna að grúpa upp aftur saman. Halda sér svona í hópi. Því að það er vont að vera nokkuð niður og enginn getur treytað þig. Hérna eru þeir allir komin saman og það er svona þeir vilja halda áfram. Kastar hann ekki þessu 5 gúlpum í jörðina núna? Hann ætla bara að vera með 79. Hann þarf ekki meira. Hjálmur. Ég er að halda pressunni hittir hann 30 skaða. Andalausum tíma til að gera þessu sklörpina. Bara nota þetta bara allt. Liðsfélagarnir eru fínir. Þú vilt ekki spara þetta núna sko. Og Sóni farið að ógna líka fyrir að tikka. Og nú eru Hjálmar félagar með yfirburðarstöðu með hægrándið. Aron er í bakbókunum sínum. Skor hvað hann á. Það er við staði sem þeir eru búin að koma ykkur í hérna innunar. Og Ísarína tekur fyrsta skarið og reyna að koma sér yfir gegn og þar af leiðandi er Jensína og koma sér aðeins upp fyrir. Aron á hins vegar alveg 3 medkit, þannig að hann gæti alveg verið í storminum í góðan tíma ef hann þarf. BNB fylgir hérna er að flýja og Nuno Mendes er á eftir þeim. Þetta er bara klassískt. Hann heldur fiskinum gangjandi, það er þetta dash moment sem við erum að tala um, það er greinilega meira heldur en 3 Það er svona að fela sig bara. Sýnst það. Kottu er í betri stöðu upp á þetta. Og þeir eru allir hann að þyrpast í áttan að hannum. Og hver er fyrstur að spotta? Og þú gerir hljóð. Nei, ég myndi ekki hafa akkur braut hann þetta. Já, það er svona það, maður spyr sér spurninga, sko. Hvað er hann að gera? Hann þarf þetta ekki. Þetta er óþolumóðinn. Og hann þarf bara að brjóta allt. Já. Herðu, Viss, freka lár. Spurning hvort hann hefði litið af þessum einu skjá sem hann er með. Faktina hótaðan Chris Riss er líka einhverstað ekki með. Nuno Mendes og Viss er 2 hana en hann er gott. Já, þetta er sko. Akkur skaut hann ekki. Hann var bara, ég get skotið. Og hann er bara mættur til hans. Sko, við erum konir í það að fólk þorir ekki að skjóta. Þeir eru að reyna að veifa bara hvítum fána, bara please. Ég meina ég er að segja það.
skrifa það. Það eru Bjæjund hérna fellur niður og það er engin Já. annar en Nuno Mendes og við sem klára það. Komið með X yfir nafni hans. Og það slagir hérna bara þessu. Já, þetta er Leifum bara... þessu bara valkast yfir. Þeir hefði áttu séns að taka einhverja smá hérna sirpu á móti 2 leikmönnum á móti þegar þeir voru þrír. En, nei. Ánægð með Linsa að vera bara rockabilly Eilish. Við erum ekki búin að sjá neitt verið Simpsons skinni. Kannski bara, mér finnst eins og hérna Chris og félagar sem eru búin að vera að vinna ætti bara ætti að vera rocketa sko. Já. Sko, Hljóta að vera að fá okkur Weebar Flanders skinnið, það er náttúrulega legendary. Í spandex rauðabúningunum sko. Hefur séð það? Jú, Þegar hann er í skíðaferðinni í rauða spandexinu. Leggjaður. Lendir svo nokkla hunk of a man sko. Það eru hver Hann er botnar nettastur. út í vatninu. Er búið að finna hann? Hjálmur sér einhvern veginn lengst út í vatni. Og hver er þetta samt? Veistu hvað? Hvað er að gera það? Þetta er ekki alveg sniðasta staðan til að vera í. Hlaupa á vatninu? Hann kannski hélt að vera þetta syndi yfir á hina eigina. Þetta er Snæi. Snæði, einn Æ. eftir, hann ennþá ekki komið resli, vantar peningana væntanlega. Hann er með bara 95 gull. Sko, vera Hann var seinni í kryptó. mjög röff leikur og það er ekki mörg lið að fella út, þannig að það er langt í að þú komið þér í stíginn. Hann heldur samt bara áfram. Þeir eru ekki hitt hann. Er hann að hlaupa á vatninu? Hleypur bara á vatninu. Af hverju? Jésús. Hann borðaði vist fiskinn og hleypur á vatninu. Ég held smá að því hann væri fiskaskinn að hann geti gert það. Heitu vinn. Já. Það eru hérna núna Mendes og félagar 4 fellur á núna Mendes. Hann er með nóg, Já. með 12 hérna slurpees. Maður fær smá spýt á þeim, eða ekki? Jú, nei, maður fær það ekki. Það er annað. Linsi og mér sýnist Ísar vera fallinn. Chris Riss nær því bara út fyrir að gera greinilega seinst skaðan á hana. Jensi. Og Jensen að hins vegar líka fellur niður hérna og núna Mendes og félagar klára það hæglega. Herðu. Dexter Goodman klárar hérna Aroninu og þá er hann og Linsi með 2-3 fellur samanlagt og hérna ógnar hann greinilega núna Mendes og Kristó. Það fíla hann. Grettur. En lætur sig hverfa, það er náttúrulega ekki mikið sem hann gerir þessar stöðu í alvörunni. Þú ætti raun að koma þig bara inn aftur á góðan stað til að lifa eitthvað af hérna. Hann getur ekkert skotið, jú hann getur skotið sjálfum sig. Þetta er skemmtilegt. Hvað? Hvernig flýgur þú síðan úr þessu? Þú bara, hana, búm. Þetta er geðvegt. Getur hann ekki skotið vinn sinn líka? Og er þetta endalaust bara? Þeir sjá hann. Hann hittir Chris. Kontról til að leysa þessu út úr þessu en getur gert það að það er skotin af öðrum með þetta? Nei, þá dettur held ég. Ég veit ekki alveg með að vera að skjóta. Farðu bara inn í hringinn. Það hittir hann að 52. Ok. En hann er með 20 HP eftir skjöldin og ekki að skildi til að byrja með. Og viss og þeir eru bara að keyra. Þeir verða að drífa ykkur. Þeir ná hérna slurpísi nokkru. Og þeir eru mættir, búin að uppkrydda litla húsið sem þeir eru með og hérna fyrir ballið. Þeir eru bjóra þetta strax. Mikið lók. Þeir verða bara að keyra út. Já, það er strax skoðum skaðar en hann fellur niður. Hittir Mendes latta. Tekur hérna blöðurinn út, gott momentum og góð mechanics hérna hjá Dexter. Á, eitthvað sjans hérna, en nei. Vissir á undan. Tekur stór sjokkjón í andlitið hannar. Já, 8 lið ennþá samt eftir. Þótt að sé, við lífum svo að sé búið að vera slagur hérna. Þeir eru konum með 10 fellir annars. Það er bara, og 3 lið dottin út, þannig að við erum með allir þessar fellur og það er einhver rest búinn greinilega. Já. 20 leikmenn, það er hvað, 13 leikmenn er búin að detta út. Þannig er frændinn Þorri að reyna að koma sér yfir. Elta geitina. Sig trúða hausir Náðu að bluffa. Setja trúðu niður og fanginn hélt þetta væri spilari. Þannig sjáum við Þorra. Hörðu. Við erum með þeim efnilegustu spilurunum í deildinni. Hjálm hérna, væntanlega í kistunni. Fæk hann hjálminn? Það er annar leikur. Já.
En Hjálmur tekur samt fellu. Talandi Hjálmur, já. Mango Funk alltaf eitthvað smá. Hvernig ætlaðu að gera þetta? Þeir eru bara að koma sér bindið miðuna, sko. Þeir eru að róta þetta. Þeir eru svo fína stað, en Þorri verður að drífa sig. Mango Funk er að elta og er að ógna þeim aðeins. Smá, Þeir verður bara að byggja base eða eitthvað. já, smá óákveðni en í þeim. Þeir eru bara að velja hvað það er að gera, taka út. Hvað smók er þetta? Þeir ætla að ná hérna supply droppinu sem er að lenda á þeim. Spurning hvað það gefur Hversu mikilvæg er þessu supply drops í þessu leik? Það er spurning hvað það gefur. Við sjáum að við vonandi eftir smá. Er eitthvað game breaking í þessu leik? Það er náttúrulega hana teleport dæmið, sko. Það er gott. Það er unnublaður allt. Þeir eru Út um allt. einhverjum Það eru bara göng. hellir. Já. Spurning hvað þetta er. Það er þetta geggja. Þetta er cool. Þeir, Samt ekki festast þannig en í miðju svona heldur, sko. nei, þeir sleppi svo því að þeir sjá að Sony er að koma. Þetta er skynsalega ákvörðun hjá Chris og félögum. Hjálmur er ennþá að taka fellu. Hann er að keyra sig í gang. Gæti skipt öllu máli. Já, ég held að hvert einasta stig sem getur reyna Gunnþór hérna dettur nú niður. Deyr hérna á Sony. Það er hættulegum leikina með ekkert og Kristóf lætur hann að kassa alveg Hann vera. þarf þetta ekki. Það þarf ekki. Þetta er geðvegt. Hann er að slæta niður hérna. Beint í loftið ekkert að gera. Ekki alveg úthugsað á Gunnþór. Þar fellur þetta lið alveg niður og 6 lið engu eftir núna, 7 að lokast. Hvað er ég að horfa á? Já, hann heldur bara á Gunna. Gaf hann smá auka tíma. Já, núna menn þetta sér svolítið í þessu baka, sko. Já, horfa á hann þjást. Muxis einn að bátið hana var með ekkert líf. Þeir eru rétt sem komast inn í hring og þeir eru með hann í stiktunni og hann kemur beint í fangið þeirra. Kristó tekur sér fyrsta skotið og næra að koma sér aðeins inn fyrir Kristó Muxis aftur. Og að spurning hvort hann var að reyna að koma sér í lúti sem er að droppa hana niður. Það er ekki góð stefna hana með þessa félagi hliðina því. Og það er væntanlega þeirra sem er til að taka, sko. En ég er að hugsa, þú veist, hversu mikið ertu að vilja það? Þeir þurfið þetta ekkert. Ertu eitthvað í alveg Það er allt of mikil fókus sem fer í að ná í loot, sko. Þetta er bara komið endgame, þá ertu bara að hugsa um það, sko. Það eru fleiri loot og fleiri leikmenn sem Nei, Muxi er fallinn. Þarna kemur skotið fyrir Kristó og Ég held þetta hafi verið liðið líka. Þannig að þeir Já, ekki þetta er núna 5 liði eftir. voru í 3. sæti í byrjun kvölds. Lítur út fyrir að þeir séu ekki að ná í pening á þessu móti. Nei, það lítur allt út fyrir það. En hins vegar eru Hjálmur félagar þeirra eiga sjens. Það er verið að stríða Bjæja. Já, það er verið svolítið að íta á hann. Hann er með nóg að byggja. Akkur byggja hann ekki miklu meira? Hann er komin í Mango Funk. Nei, það er verið að stríða honum. Kemst ekki. Nei, það er verið að stríða honum fullu. Þessi trúðabissi er nú meira ruglið. Ég skil ekki af hverju hann var ekki tilbúinn að eyða hann 69 byggingarefnum. Hann gæti byggt miklu meira. Nota fiskinn. Bara byggja. Koma frekar inn. Komast inn í zón. Í staðinn fyrir að deyja með hann 69 eftir. Og hérna er með rosa flakka gumsvati, ánast er góð. Rétt svo ná ekki að koma í góða fellu með þessum trúða. Leik eins og við það. Og hérna er fullt af liðum að mæta. Stein og þeir félagar spoppaðir, en hérna kom Mango Funk út úr húsinu. Nei! Nær góður höggið. Nær hæ? Tekur hann upp, en hær hækandi í leiðinni. Reit og hann tekur að þá er hann skotið niður. Hann þekkir ekki langa tíma að Mendes bróðir hans er að reyna að gera árás bakka síðan. Nei, þetta er liðsfélag hans viss. Ég er að rugglast. Leiðileg þessi trúpa svo. Já, Ég er hún ekki er- að þekkt eitthvað. Hún er alveg... Svo gerur hún alveg 60 skaða bara venjulega, sko. Bara fárlega góð, sko. Geitinn. Þorra félagar að standa sig mjög vel. Valli Stassi bullinn hann hinum meginn. 5 lið eftir. Valli er feldur. Alveg þess. Var með- Hann er bara búinn að vera. Hann með tjökk á sér. Hjálmur ennþá á lífi. Fiskurinn í inn og það er rétta hugsunin. Þú sem er með eins mikið mókund þú getur núna. Þú tekur samt trúðinn út fyrir són og mikið skað og þú dettur niður. Æjæjæjæjæj.
Slim Shady og félagar. Nú Hjálmur og félag bara vonast til að hinn liðsfélaginn sem eftir komist í fleiri stig til að halda drauminu opnum í annars sæti fyrir meira cash. King Julian kom með blöðurinn á sig. Þú sér hvernig þeir eru að spila, þeir eru bara að fela sig, en þeir eru ekki búin að sjá þau allan leikinn. Þeir eru alltaf að ná í peninginn. Þorri fær blöðurinn á sig, kemur svo niður, hann er með agalega lítið líf og mun líklega stetta niður út fyrir hring. Hann er einhvern veginn að halda sér smá lífinu fallinn. Hún er bara fólk að falla hægri vinstri 10 eftir. Mendes með 6, Kristó með 6, Miss með 5. Geitin er feld. 7. Humsi er feldur. Núna Mendes tekur fleiri líka, Kristó annan. Sér Slim Shady og félaga, þeir eru ekki búin að láta sjá sig. Þeir eru í slökum málum hérna. Þeir eru bara búin að vera að törtla. Þetta er það sem kemur í stiginn þessi út af því að það eru örugglega að fá stiginn í sætum hérna í þessum leik. Þess að það eru bara eitt lið sem er að sækja fellur að vitið allavega. Ég held að þeir séu mögulega búin að ná öðru eða á þriðasæti með þessari framistöður. 20 stig mætt hérna á Vissufélag. Sko ég held að blaðurann fari í gegnum veggi mér. Já, ég er að segja það, þetta er eitthvað óþolandi dæmi sko. Hún fer í gegnum veggi. Já, 20 fellur komnir á það. Blaðurann er að fara í gegn. Blaðurann bara upp, þeir eru búin að brjóta og þeir skjótast upp og það var þetta auðvelt fella. Þægileg fyrst að þeir voru að Hann næra nýjan! tekur það bara upp til sín. Anskotin. Og nú að fara niður að líti eftir fyrir þá til að þurrku upp og félagar í King, Julian og Steini eru ekkert að reyna að verjast á móti, þeir eru bara að byggja. Og hérna... Núi! Tekur Mendes hérna! King Julian, þetta er Bjarki Panda. Bjarki Panda er hérna með góða fellu. Fáðu bara tjökk, fáðu tjökk. Tjökkaðu, Hann er skotin út tjökkaðu. fyrir hring og það er verið að stríða honum hérna. Akkur tjökkar hann ekki? Þessi fyrsta er óþolandi en hérna er þetta 9 leikir, 9 sigrar. Rosalegt. Þetta var svona tæft hjá félögum. Eða ekki, Jú, tæft og ekki tæft. Ég meina, þetta er allan að þeirra eitthvað viðnám sem þið fenguð hann í lokin, svo sem. Já. En, já, þetta er bara klikka stöf hérna hjá félögum sko. Þetta er rosalegt sko, að fara í gegnum eitt svona mót og ekki tapa leik. Ég held að það sé ekkert allan að það er ekkert vafamál hver Nei. eru bestir hérna í tríós. En ég er mjög spenntur hvort að Slim Shady og félagar hafa náð, hvað? Já, hvort þetta skiptir sér miklu sköpum í stigugjöfnu upp í annað þriðja sæti. Já, það er aldrei að vita. Kíkjum á það eftir svona mínútu. Ég held að ég geti aðstofa ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðleið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Erum við live? Sann það. Ég heldur sem live. Sælir. Já, velkomin tilbaka. Já, þetta var skemmtilegt season hérna, nei, Simpsons map. Já, Öðruvísi. og season finale hérna hjá okkur. Já. Við vitum fyrsta sætið, en við vitum ekki annað og þriðja. Við vitum fyrsta sætið, Já. við vitum annað sætið og við vitum Já, þriðja sætið. við vitum það. Við vitum það. En þeir sem eru að horfa heima í sófanum, Vitið þið það? nei, þeir veit nefnilega ekki. Og nú er náttúrulega spurning, sko, er
Er það Hjálmur og félagar? Er það Mugsy og félagar? Er það Stephanator og félagar? Er það King Julian og félagar? Er það Ínurnar? Er það Funkbræðarnir? Er það Þorri? Er það Nutcracker og félagar? Hverjir eru það? Hverjir eru að ná í pening? Í hvað röðu taldurðu listan? Ég randomaði Það? Já. Ég var sniður og sagði ekki eftir röð. En já, það spurning hvernig við viljum gera þetta. Hefur við segja strax eða? Já, ég vil ekki bara að, einmitt, þú veist, þetta bara frábærlega vel gert hérna Viss Kristó og núna Mendes, þetta búið að vera stórkvæðslegt mót hérna hjá þeim taka alla sigra sem hægt að taka, 138 fellur, það klikkun. Ég held að séum með meiri fellur en allir aðrir samanlagt næstu. Já, ég held það sko. Örugglega sko. Ég held að ég var ekki þessa. Já, hvernig þetta spilast þeir eru búin að tryggja sér 50.000 króna verðlaunafé. Já. Sem bara mjög fínt. Chris Riss nokkla búin að vera í öllum fyrstu sætum, eða ekki? Hvað séru? Chris Riss búin að vera með fyrstu sæti í öllum keppnunum. Já, hann búin að standa sig mjög vel. Hann búin að kæsa út. Síðan hérna annað og þriðja sæti, við erum að horfa á það. Við erum að byrja á öðru. Byrjum öðru. Það líklega kannski einhversi nær þriðja. Já, það Annað sætið. Hvað gerir þegar þú ferð út á hjóla? Setja með hjálm. Já. Vallistas, Love for Pig og Hjálmur í öðru sæti með 422 stig. Mjög vel gert hjá þeim. Og þriðja sæti. Já. Hver Það eru Snæi með M1 Stephanator, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eða tölunar eins og þú kallaðir. Já, tölunar. Ég ætlaði að segja Get in the chopper. Get in the chopper. Tölunar Gabbi. Já. Með 400 stig, King Julian eða Bjarki Panda, Steini eru í fjórðarsæti því miður. Já, þeir hafa skotist aðeins upp hérna með annarsætið í seinasta leik. Já, vantar bara hvað? 24 stig. 24 stig. Í allan til að jafna það. Það er ekki mikið. Þá hefði mikið. mögulega hvað hefði verið tæbrekin, það fellunar kannski? Þá hefði hvað sem þeir verið með það saman, það hefði aðeins meira en það. Þetta er voða tæft hérna. Já, við ætlum að minna líka á bara duos sem ekki núna laugardaginn, heldur næsta. Já, þetta svona meira fun mode næstu helgi á laugardaginn og það náttúrulega frídagur hjá öllum, það þægilegt, ég og þú munum mögulega hoppa inn á línuna og hverjir aðrir veit ég ekki, kannski mætir Páll Óskar eða eitthvað. Já. Ég veit það ekki. Þetta líka þetta það uppáhalds, þetta bara íslenska mín hvarf, en þetta það sem mér finnst skemmtilegast, þetta einn dagur, eitt mót. Þú ert ekki verið að koma næsta laugardag og klára mótið. Þú kemur bara einn laugardag, spilar og bara búið. Hver veit nema að vera bara klikkaði vinningar eða engin? Ég veit það ekki. Þið gefið okkur vinningar fyrir að mæta. Já. En já, það eru peningaverðlaun! Það eru peningaverðlaun. Wow, ég ætla að fara að taka þátt. 50 skell fyrir fyrsta sæti. Við erum bara að kasta peningina hægri vinstri út. Næstu því... Það er money grab only eða? Fyrsta sæti only? Ég veit það ekki, en við erum að tala um það að Chris Riss, hann getur mögulega bara verið að vinna við bara Fortnite núna, með hvað hann er búin að vinna mikið. Ég meina, ég geta hann ekki verið að taka þátt í þessu cash grab móti sem ég hafi verið, eða það er bara búin tíð í þessu Fortnite? Það er í gangi ennþá held ég, en það er bara töluvert minni peningur heldur en var. En Elskvöldleitin er að gefa, það er 50 skall og svo líka fyrir annað og þriða, held ég 30 og 20. Já, væntanlega, ég held að bara sé sama format þá eins og við erum búin að vera núna. Já, við erum að kasta hérna... Einn dagur? Nákvæmlega, einn dagur. Við erum að kasta 100 köllum með hægri vinstri. En það kostar 25 skall. Alltaf hérna líka þetta. Nei, það kostar ekkert að... Jú, ég veit það ekki. 2 skallinn. Já. Á haus. Og ég mæli með bara, þú veist, taktu nokkra félag og kottu inn í arínu og spila þetta. Já, endilega. Meina maður að vera með smá stemmingun og ef þið eru að rífa kjæft, þá getið þið rífa kjæft í andlitið á öðrum og það er svona, þú veist, það er minna að vera að rífa kjæft á, sko. Nei, nákvæmlega. Þú veist, félag geta kíkt út saman. Já. Fengið sér ferskt loft, komið aftur inn. Það er bara allt að gera alls konar. Það er hægt að köpa nammi hérna. Já. Sjá okkur líka í gegnum glerinn. Já. Við verðum hérna að taka myndir og gefa einundar. Við getum alveg að gefa eiginhánir á en það kosta? En hérna, nei, þú veist, þetta er allt frít, sko. Já, ok. Já, það verður hérna, það verður hægt að panta bara sérkotta á kotta. Ég get verið að henda út hérna nafnspjöldum mínum fyrir að selja múr og gólefni til krakkana. Já, aldrei að vita nema hérna,
Stefán ætlaði að vera með námskeið. Það er Það er aldrei að vita. rosalegur. Gauti ætlar að frumsýna fyrsta lagið sitt. Já, fyrsta lagið sitt. Ég veit ekki. Nei, ekki fyrsta. Ég var alveg Fyrsta til að- góða Ég var lagið. alveg til að heyra fyrsta lagið sem Gauti releasaði hins vegar samt sko. Já. Síðan heyrði ég sko að fyrir næsta tímabil sem eru eftir áramót þá er mögulega að koma Fortnite lag sko. Já, það er líklegt sko. Allan hérna frá En það okkar er. production teimi sko. Hvað ætlum við að reyna að halda þeim lengi? Takk fyrir svarið. Já, lengi. Já. Það er einhver í sófónu núna sem er svona heldur á festringunni og er svona á ég skiptum stöð. Hvað gerðist? Á ég skiptum stöð. Já, hann byrjar að slá í ráturinn. Ég þarf að vera meira kjör. Já. Ég sé að þú varst góður í Manicure Challenge fyrir nokkrum árum. Nei, ég tók aldrei þátt í því sko. Nei, ok. Og ég veit ekki, þú veist, bara til aðmikið ennu að aftur allir sem tóku þátt og Já. bara mjög flott mótið hérna í öllum og skemmtilegt að nefna hérna með Simpson mótið. Já. Ég væri alveg til í að fá allan 50 til 100 manns skráða á þetta dúó. Er þetta ekki Eins og dúó? bara ég er búin að reyna að segja með Twitchið, bara fáð mömmuðina, fáð ömmuðina, fáð bróðina, fáð kísina til að opna browserinn, hann Twitch í gang. Mhm. Fáð síðan þau til að hringja vinn sinn, opna, geðu okkur cash og við getum gefið þér meira cash. Því fleiri sem taka þátt, því meiri pening getum við gefið. Við erum bara eins og Já. Mr. Beast. Nákvæmlega. Við gefum allt sem við fáum. Já, það er svolítið sko, við græðum ekki neitt hérna sko. Nei, andjóks. En það er komið lúkulú merki á okkur. Já, það er verið að segja okkur að fara. Já, það er örugt að þið megi skipta eftir smástund stöð því sem eru heima að horfa og við sjáumst eftir hvað? Næstu í 2 vikur, laugardaginn 14. nóvember. Það er okkur ekki. Klukkan 2. Já. 2 til 5. Þægileg tími. Já, 11 dagar. Þannig að kveiktu á sjónvarpinu eftir 11 daga. 11 dagar. Vertu með popskólanum tilbúna klukkan 2 á laugardag. Og já. Vel að, já. Ég kan bara segja bye. Bye. Bye.
Ég held að ég geti aðstofa ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra.